Dota. Viimasta te miimamesko. Nyt Arpi! Hän sylkäs minua kohti! Vittu, aivan robot! Nauwit return attack! Och startar deras slaughter Ostrakill! Täällä tuossa joku hämmäsku. Já, góðan daginn og velkomin í útsendinguna á þessum fallega sunnudegi. Með mér besti Dota-spilar landsins og frumkvöðull Íslands í Dota, Yngvi. Góðan daginn. Góðan daginn. Við erum að fara að lýsa hérna AH eSports á móti PVF í lower bracket. Fyrsti lower bracket leikurinn. Þannig að það mun lið detta hérna út. Þetta best of 3 og ég held að draftið sé bara bráðum tilbúið fyrir okkur. Þannig að við erum bara reddi í það. Þú ert núna búinn að spila á móti báðum þessu liðum, Yngvi. Já. Hvort lið finnst þér sigur stranglegra? Þeir eru náttúrulega rosalegir hana AHI. Já. Ég fekk að finna fyrir sem örfum frá Solo. Það PVF sko. En það PVF? Já, það PVF. Já, allt á heimskýrir það. Já, allt á heimskýrir. Ég það ná í öllum þú náttúrulega mæti bara leik og spila. Já, ég ekkert að pæla. Bara rockstjarna sko. Svona það. Svona það. En já, náttúrulega Harson Solo Mirana, alveg eitraður. Og við fengum að finna fyrir þessum örfum. Þannig að það spurning hvort hann sleppi gegn eða hvort AH eSports annarkvort þú að spila móti eða þá að þeir taki það bara út. Ég persónulega myndi allan taka mér raun út. Já. En þeir eru með mjög góð strött á PVF. Já. Þetta allt svona frekar vel hugsað sko. Já, þeir reyna náttúrulega að fara í eitthvað svona smá deathball. Já. Þetta svona góð blanda af sko hitjum oft. Draftið komið í gangina. Þetta sem sagt leikur 1. Sjáum að AH eSports taka út Razorinn hjá Smokey, Undying hjá Puppafey og Rubikinn hans Gísla. Þannig að mér annan sleppur í gegn. Og Jakiro enn tekin. Taka Jakiro, já. Og þarna sjáum við Kísalóruna. Já. Þetta Þeir eru búin að vinna draftið. Með Kísalóruna? Já. Einmitt. Hún náttúrulega rosalega sem Pats. Já, náttúrulega mikið buffi og hún hefur ekki verið mikið í sviðsljósinu undanfarin ár, þannig að það svona ánægilegt að sjá gamlar hitjur skríða aftur í sviðsljósið. Já, hún einmitt. Allar þessar breytingar bara, ég hef verið að spila hann svolítið sjálfur og þetta meika bara, það allt frekar sterkt á þessari hitju núna. Já. Náttúrulega bæðið spilur náttúrulega, hún getur þannig sé spilað öll rólinn og það myndi ganga upp, skilur við. Já, með geggjaðan innið líka, sko, sem að, ef fólk að spá í því og annar liðið fær allar lótið svona með raunni, þá þetta alveg... Já, þetta ekki 50% meira sem þú færði á lótið? Jú, þetta fór úr 20 í 50. Já. Sem náttúrulega frekar hjúts og þú finnur það alveg aleinni bara eitthvað, allt í ennur eitt lótus bara... Já, mitt, já. Mega törnir, sko. En Jakiro líka einn sterkasta hitja Patsins, að mínum að því. Einmitt, það náttúrulega, hann ekki búinn að vera að fara núna á tvissaru og það virðist ekki skipta neinu máli einhvern veginn. Þetta bara það sterkar breytingar fyrir hann. En já, við sjáum að PVF tekur DK-inn sem getur náttúrulega verið flexað svo sem í 1, 2 og 3. Já, þeir hafa nú meira haft hann að karri, ekki? Jú, ég held að Smokey fílar að spila náttúrulega hana. Ok, og síðan Raptor. Við fengum nú finna fyrir þessu líka, fyrir veggjónum hjá Doomsdave. Já. Þú veist, ég hef ekki séð neitt annan taka þessa veggi nema hann og hann líka bara algjör snillingur með þessa veggi, þú veist. Hann að gera hellinga einhver svona cool dóti með þá, sko. Og meira segja, þú veist, ef það engin annar til að svona halda þeim, þó ég sé ekki með Marsarina eða eitthvað, þá það samt ekkert að taka Kinetic Field, sko. Hann tekur bara alltaf veggina. Já. Og... Þetta svona sérfræðings. Já, þetta svona sérfræðingsdæmi og sérstaklega, þú veist, ef þú ert að spila mótus í bara fyrsta eða annað skipti, sko, þá... Já, ég hef fundið fyrir þessu, sko, allt í hennu finnir maður eins og maður getur bara ekkert labbað, sko.
Já, ég meina, þú getur maður er stoppað bara Spearbreaker Charge Já, og já, allt, það var þú getur hrikalegt. gert sem full dót með þessu, sko. að spila meðlega hetju á móti þessu. Þú varst bara Já. Það er Viper Eitt White Gride og og Weaver. Weaver. Þetta er bara hetjuna sem þú elskar mest í hana eru Já. pixlar, sko. Þetta er bara bæði falleg dröft, sko. Já. Það eru pöttur. Weaver Já. gæti verið Þarft carry, alltaf. gæti Já. verið fjarki eða 5. Ég held þetta sé alveg definitely solo Mirana, þannig Já, að líklega Já. 5 er nú alveg gott líka, sko. 5 carry. Smá Darkseer, ok, samt. já. Þannig að Weaver 5 eða carry, DK mid eða carry. Já, Darkseer allan á 100% þristur. einmitt. Ég myndi, já. Þetta er mig opið hjá. Hvað er P2-vaf? Hvað stendur það fyrir? Veistu það? Ég veit ekki hvort ég veit það, sko. Já. Ég veit bara ekki hvort þið megin segja. Þá veit ég held ég líka. Það er náttúrulega, það er búið að vera orður á mér í Twitch-chatinu, sko, að PFF stendur fyrir Pubbuffet Wins. Og ég ætla ekkert að segja til hvort það sé rétt eða ránt. Nei, það er ekki bara rétt fyrir okkur núna, allavega. Mér líst best á það, sko. Mér líst best á þessa spekingu. Þú veist, fólk hefur verið að koma með alls konar dónakallan upp, sko. En mér líst best bara á Pubbuffet Wins, sko. Það er líka að fyndið, sko, að þú ert með eitthvað lið og liðið heitir bara eftir einum leikmanni, sko. Mér finnst það gott stöf, sko. Það er alveg klassískt dótað, sko. Já, bara Pubbuffet Wins. Þetta er náttúrulega, sko, félagar hans Pubbuffet náttúrulega mæta bara í hjörðum í Twitch-chat, sko, þegar hann er að spila. Já. Þannig að þeir yfirtaka svolítið chati, sko. Já, flott þetta Snorri í bakgrunni. Já, einmitt. Weaver, pöttu, facet, tekinn bæði á carry. Já, þetta er veikt. Já. Þetta er flott. Bara ef þetta væri nú hægt. Bara í rúnfættinu, bounty runes og þú bara level 4. Já. Það væri fínt. En já, þessi XP facet, bæði tekinn alltaf á carry og support. Já, hann er þú tekur hann alltaf á carry. Já, ég held í þessu eini. Ég er svo þrjóskur, sko. Já. Og ég líka, mér finnst gaman að vera með eitthvað svona Náttúrulega frumkvöld Ísland, sko, í Dota. minigame. Já. Já, ég veit ekki frumkvöld, sko. Ég er meira bara svona, ég er búinn að spila hann leik alltaf mikið, þannig að ég verð smá bored, sko. Já, þú þarft eitthvað svona. Vera með svona sidequest alltaf. Náttúrulega svona creative mind, sko. Sidequest, já. Sidequest, Dota. En já, slardar hérna fyrir AHV Sports. Náttúrulega sterkur offlaner, getur náttúrulega verið mid líka, Viper líka getur farið mid eða offlane. Mér finnst hann smá svona, þú veist, annað en hann er alveg fínn á móti Weaver, þá finnst mér hann svolítið út úr svona line-upinu sem þeir eru að byggja, sko. Já, að vera með Disruptor, Jakiro og supporta einhvern veginn. Já, mér finnst svona Viper slardar er kannski ekki alveg pairing nema þú ert með, sko, supporta sem lemja líka, sko. Já, þetta er líka tvær hiti sem að þurfa eiginlega að vinna laneið sitt. Já, þetta er rosa lane-fókust núna. Þú veist, að fara jafnt í lane sem þessar hitur þá ertu eiginlega að tapa, sko. Já. Og náttúrulega ef þú tapar laneinu þá ertu í möddinu, sko. Já, einmitt. En þú veist, þetta er tveir svona anti-tanks sem er gott á móti díka. Já, það er alveg rétt, sko. Og Darkseer, þannig að þetta meikar alveg sens, sko. Mér finnst bara svona smá. Já, mér líst ekkert á hana Darkseer leik allavega, eða þú veist, með ekki góð veggja illusions. Nei, hrikalega veggja illusions, eða ekki að þessum gæðum gera eitthvað. Og þú veist, Ion Shell targetin eru ekkert frábær heldur, skilur. Nei, mitt. Svo fyrir Ion Shell að 5 eða, þú veist, carry Weaverinn og hann á að standa með Ion Shell inn í fættum. Já, og með DK líka, sko, þetta er svona. Já. En ég meina, þetta er sterk hættið í patsinum. Stundum þarf Dota ekkert að vera það flókin, sko. Já, þetta er náttúrulega gott fyrir það sem þeir vilja gera sem er bara þetta 5 manna Dota. Kaupa bara einhverja árur og buffa liðið sitt. Já, hann er mjög góður í það. En við sáum að, sko, AHV Sports bannaði hérna Kopp og Tinker. Þeir giska að þetta sé þá væntanlega carry DK og 5 Weaver og eiga eftir middið. Og PFF taka út Lifestealer og Terrorblade sem eru tvær, bara held ég af sterkustu hitunum hans, Tilmis. Medusa er ennþá í boði. Já, ég var til í eitthvað samt. Ursa er í boði. Svona gott damage með slardar.
Já. taka úr svona. Líka góður móti Darkseid lane alltaf. Já, núna þetta svolítið jækaður Darkseid leikur, sko. Já. Þú veist, ekki Ursa bara einn af svona stærstu counterum í lane'i og leiknum, eða? Jú, hann mjög góður, sko. Og eins og segja, þetta ennþá hrikalegur veggjaleikur, sko. Já. Þannig að það verður erfitt. Það bara Aura Gaming á odd, sko. Kaupa orur og biðja. Já. En PvF eiga hérna mikinn tíma eftir. Low, sem midspilinu þeirra, hann náttúrulega mjög fjölbreyttur spilari, getur spilað mikið af hitjum. Og hann aðeins búinn að vera að spila hann Tinker, veit ég. Þannig að við sjáum að HÍ Sports vilja ekki spila móti því, taka hann út. Já. Þeir getur náttúrulega líka farið bara, getur farið mid, þú veist, þeir getur gert pikkað mjög mikið hérna, eða support. Það kan taka Furion. Taka Prophet. Það gæti að vera Furion carry eða DK carry. Já, ok, þetta er Furion Prophet mid. Já. Mid. Já. Er ekki eitthvað betra pikk í búið hérna? Ég svolítið ræddur teamfightið hjá hérna. Ég vilja bara sjá Death Prophet. Ég meina, Low er mjög góður Death Prophet. Já, einmitt. Þeir eru eitthvað með lítið tólum í teamfight. Já, þú veist, líka bara Death Prophet mótið annarkvort Viper að slartar, bæðið er gott í laneinu. Já. Og nærlega refsa báðum, skilur. Ég held að Death Prophet vinna alltaf von við vona mótið Viper. Það held ég, ekkert alveg clear, sko. Finnst þér ekki? Mér finnst alveg, ég held að Prophet er örgulega betra lane, sko. Já, ég er að segja það, ég held að Death Prophet, eða Furion, menn. Furion, já. Já, kannski. Mér finnst bara... Þú veist, þú healar ekki, out-healar ekki poisonið, sko. Nei. Svo sem ekki. Maður sé, þetta er... Já, er þetta ekki... Ég held að þetta sé Viper mid, já. Mid Viper, já. Já. Þeir náttúrulega eru, þú veist, Rondo og Adam eru svona smá að svissa. Já, hún er að vera að svissa upp, sko, mid eða offlane. En já, þetta er allavega Viper mid núna, eða þeir halda áfram með Rondo mid. Sjá við hann fallega Grandmaster. Já, sérfræðingin. Hann er með... Doomsday spilar náttúrulega ekki hitjun ef hann sé með lágmark svona 700 leiki á hann. Já, hann með Amar alltaf attitúti, sko. Já. Skiptir ekki máli, þú veist, hvað er að gerast í leiknum bara ef ég er nógu góður á hitjuna, sko. Þetta er frábær mount líka sem er með hérna. Risaðilega með tunguna úti. En já, PvF, Radiant, HÍ Sports, Dire, liðin virðast vera að mæta hver öðru. Hvort liðið smókar? I don't need luck, segir Adam. Fullur sjálfstrausts. Og maður Clarity Addict korta niður trén hérna og planta ward. Hann er svo tilbúið með vegginn hana, Doomsday, sko. Já, hann er svo tilbúinn, sko. En þeir labba núna í kring. Ok, þeir labba framhjá, ok. Það er sniðut. Og við erum líklega að fara að sjá... Mun eftir Last Hits líka, Observer. Sjá eitthvað action hérna. Thank you. Er það 5 manna pöttur? Bitte. 5 manna pöttur, please. Smokey. Það er... Vekkur. En þeir hættu við að chasa. Já, flott. Já, ok. Hann er strax búinn að hitta Ör. Já. Hann er náttúrulega alltaf með 80% nýtingu. Minnstakosti, sko. Já. Ég held að það sé bara rétt hjá þér, sko. En já. Furion mid. Þetta er náttúrulega mjög sterk hitt, já. Ég held að þetta sé líka... Já, þetta er fínt lane fyrir Prophet, sko. Ég held, þú getur ekki farið bara 3-1-1 og spamma sprát á Viperinn. Ég held að tekur bara 3, sko. Því 3 er líka alltaf fínt á móti reynstætjum. Og ég held að, þú veist, Viper næri ekkert að díla alltaf við það, sko, þannig að hann bara hægt að róla right clicks og 3, þú veist, mun alveg vera mjög böggandi, sko. Og hann mun aldrei ná 5 stökkum á Prophetinn, held ég, sko. Flott microða hjá Low. En já, þetta top lane. Þurfum við ekki smá að reyna eitthvað að draga creepinu hérna í PvF, eða? Jú, þetta er svona ekki kannski ideal
lítið setup fyrir engin svona ekkert paring með þessu shelli. Þannig að ég held þið farma bara, þú veist, að spila þetta rólega, sko. Ég held að Harus og Solo þurfi samt ekkert sett upp fyrir sko. Nei, það enda rétt. Þeir eru náttúrulega bara, það er náttúrulega planið þeirra bara, sko. Þú veist, hann sér alltaf svona 5 sekundir fram í tíman, sko. Já, hann er með eitthvað gear, þessi gæði. Já. Hann er kannski með svona AI-chip. Er það ekki byrjað að rúlla þetta núna? Já, frá Musk. Nei, heitir ekki Starlink eða eitthvað. Það er mannað ekki. Já, ég held um Neuralink eða eitthvað. Neuralink, já. Já, Early Harus og Solo adopter á því. bóttið með Neuralink. En já, þetta lane, þetta held ég sé smá PvP favored. Þannig að Já, ég held það líka, ég er búinn að double puttur. double puttur í stun. Nammi með XP. Já, ég held að Víverinn náðu að gera tölvöld meira í þessu leini heldur en Disruptor náttúrulega. Já. Og náttúrulega Slardar og DK, ég veit ekki. Þeir eru Já. ekkert mikið fyrir að berja hvern annan bara í 2 mínútur, sko. Nei, mitt, og ég held að Raptor hjálpi ekkert rosa mikið slardar í þessu leini, sko. Þannig að, Það spyrir eins slow. Já. Það er ekkert first blood ennþá. nei, en En eins og er Rússan bara Já, svolítið já, að fríforma. hún mun gera það, sko. Ég held að þetta verður bara svona svolítið farm lane, sko, nema fólk verður villi svona. Og síðan alltaf Það það, en profit er alltaf líka big factor, sko. Já, hann getur alltaf joinar reyndar. Það er Það er hratt level 6 og allt í henni kemur bara, þú veist, fyrstræk. bara, hérna, hvað er það, finger frá Lion upp á þurru Já, á hinn leinin. Þetta er ekki, ég hef séð alla þessa mid-profita og þetta er rosalegt. Þetta er eiginlega meira en sús hvað Já, maður er alltaf, ég hef aðeins verið að spilda líka og þetta er alveg frekar sikk. já, Þú veist, þú getur eiginlega náð að vinna öll leinin ef þú ert í einhvern samskipt við liðið og segja bara ég get joina núna, ég með TP eitthvað svona. mitt, og það er einhvern veginn, það er rosa erfitt að pannast þessari hetju mitt, sko. Já, þegar líka þú veist, mid-hitjan er bara eitthvað TP, þú veist, tekur við, TP er á annar lein, fær kill, TP sem bara tilbaka á leini og mistir ekki neinu creep. Já, já, Hvernig ætlar að pönnu sig því sem bara level 5, eða þú veist, mínútu 5, level 5 Viper, skilur við. Þú getur eiginlega ekkert gert neitt, sko. nei, og þetta er svona, ég hef séð þessa hetju, sko, bara alveg brjóta upp leiki, sko, og svona formúluna á einhverju lane sem maður er að pikka eitthvað. Já, þetta er bara þessi próleikjunum, það er ekkert first blood, það er engin að taka neina sensa, sko. Fólk er náttúrulega fagmenn. stressað, sko, þetta er low bracket, money on the line. Og svo Solo tekur samt mikið harass hérna. Og hann er ekki með líf. Hann er ekki með líf og þetta er first blood á Úrsuna. Og þetta er free farm plus first blood, það er ekki, Nei, þú er ekki að góða. Býtu, hann á ekki surge. Ok. En já, Slardar líka á bara fínt lane, sko, út frá lastirum, hann er fleiri lastir en DK-in. já, Viperinn kannski svona mest í möddunu, erfitt að díla við já, fjúrun alltaf sem getur verið að dynæja með þessu treyjans og eitthvað. þessi tré eru of mikið fyrir hann. Þetta er líka bara svo gali eitthvað hvað þetta er, eða þú veist, þau verða svo ógeðslega tanky, sko. Já, mitt, Bara level 1 er svo ógeðslega tanky. Já, hann er En bara ekki- 1-3, sko. ekki við turnin. Já, það er nú betra hann að haldur sér aðeins með Double heilsusamlega. puttur. Puttur, já. Og þú, hann ætlar ekki að liða á hann Doomstave, en deyr Doomstave aldrei. með stórt stykk, sko. Það er Ó. grips í búði. Og veggur. Annar veggur. Ó, nær honum maður. Ok, sterkt kill hérna fyrir Otto Heimska. Þeir eru komin við 2 kill á báðum sælunum. Já. Úf. Og líka, já, ok, Fury hann úr notaði í ekki neitt, eða þú veist. Já, Það er ekkert út úr í. þetta er, Frekar stórt fyrir timingi, 6 mínútur hún er að spóna. Viperinn hleypur bot.
bottrúni og færa innvistrúni. Innvis, já. Já, Ekki besta Viper-rúnið, en já, alltaf leið. Ég held, ekki best að Viper-rúni bara heist eða? Jó, Það svo veikt. DD er líka fínt, sko. Þá getur maður svona pressað einhvers þar. Já, vel gert hjá þunglundamund. Hlaupa ekki grípunum í turnin. Eru nokkuð einhver stakkar í boði fyrir Darkseer eða? Mér sýnist þér ekki að hafa Sýnist stakkað ekki mikið, vera sko. að stakka. Og, Bitu, og svo... auðvitað, Ok, ná honum, vel gert. Og ekki einu sinni Furion, sko. Ha? hérna, án setups. Eins og maður Já, byrði. hann náttúrulega veikur, sko. Ok, þetta líka mjög sterk fyrir Darkseer, sko. Að fá eitthvað svona frýtt kill og geta bara að sjá hann vera farmann að pressa turnin. Vistuminn skiptast jafnt. Vildi að muni samt alltaf að ná þessum turnum núna bara með Prophet, sko. Já. Það sé... Já. Viperinn mætti bot. Þeir eru ekki með sentri hérna í Radiant. Veggurinn, sko. Tjúli hann tanki samt. En þetta Reyður. Já, Jackerinn mæti líka. Gott kill. Slartir hann alveg að þetta í level 6. Þá getur hann alveg, held ég, farið að pressa DK-in úr leinu, sérstaklega að DK-in fær ekki level 6 strax. Já, þetta samt dýrt alveg rotation, sko. Já, ég meina horfum með horfum á Prophet, sko. Ef maður vill gera eitthvað með, þú veist, á hinum leinum, þá bara turnum hans farinn, sko. Já. Sérstaklega út Viper og ert ógeðslega lengi að labba, sko. Já, einmitt. Örinn, Vignir með óra. Ekki. Nei, bættir á Viper. Vá, því líka veggur. Og Vision. Vision, nægur honum ekki. Ok, hann nægur honum. Fuck, maður. Þetta var tæft. Já. En Doomstave getur verið klandir hann og enga spela, enga veggi. Sprout. Hittur hann. Og double kill á Furion. Ok. Og midturinn farin, ekki? Já. Shit, ok, núna Þetta er náttúrulega... Þetta er svona erfiðasta hitan til að spila í þessum leik, Viper. Og því að það er mjög auðvelt að svona fylgjast með hvað þú ert á mappinu þannig. Þetta er allt telekraft, sko. Einmitt. Og þeir fundu hana bara á leiðinni, aftur á millinni. Vel lesið. Já, þetta er líka, það er bara fyrsta core-hittin sem var pikku eiginlega fyrir utan DK-in, Viperinn, sko. Þannig að það getur að vera svona að blanda bara einhverju smá komfort fyrir hann að spila þessa hitju og síðan náttúrulega er hún alveg góð á móti DK líka. Hann er gráður í blómið. Battur á hann stöðan og... Furion mæti líka. Tibja burt. Gott tibja. Ok, gott tibja. Jigs up, segir hann. Já, hann er sprintlaus. Já. En þetta er svona, maður sjá, hvað er Prophetinn? Það stefna á, hann er bara að fara í klassiska. Já, gamla góða. Gamla góða. Ég veit, þegar ég hef verið að spila þetta er svona, ef þú kemst upp með að fara bara í Maelstrom, þetta vennilega, þá er það gott, sko, en ég hef líka aðeins verið að experimenta með að taka bara, þú veist, kaupa vessel eða eitthvað. Já, það er nokkuð nefnilega góð, sko. Já. Blade Mail Vessel, en það er svona kannski flokknara gameplan og ekki að... Já, þá þarf maður alveg virkilega að vera aktífur, sko, en... Já. Ég hef aðeins verið að spila móti, þú veist, Huskar, Alchemist, eitthvað svona. Þá getur Vessel-dótið verið mjög sterkt, sko, sérstaklega og kaupið bara örnið og þú nær 2 killum í leinu. Já, mitt. Og er strax komið með örn charges. Og glimpsina, í Viperinn. Furion. Furion Stein. En höttunar er að smjatta á. Arvan hittir ekki. Doomstave er að falla, af hverju er hann að deyja? Þetta var bara að verja aðeins Viperinn, sko. Miranjan. Missar öður, lípar inn. Lípar inn í törn. Besta Mirana Íslands. Já, það er þannig.
Þetta er stór orð, sko. Já, þetta Komandi frá því Kisvilóru. Já, og sér Harry, náttúrulega En já, Gísli er frábær með rauninspilari. Þetta er líka svona hiti sem er mitt. Þetta er klassíska hiti svona, ég er að spila fjarka, ég ætla bara að pikka með rauninu og sem gerir ekki neitt alla leikinn. Já. Svipa á með punch fjarka sem er svona klassíska eitthvað. Já. En úrslan er í vesinni, býtu, missa vakkjumi. Og þetta er Graður, en sko. Urinn. þetta er svo tætt. Holy shit, ok, hann lífir, en Viper fellur stæðin, holy shit. Furion mættur. Já, stórmætti genna Viperinn skilin eftir. Ætla væntanlega að reyna að fá turnin, en já, ok, þetta er reyndar Ion Shell og Treant er frekar næst í. Já. Það er frekar Þetta næst. var kannski pælingin. Það er pælingin, úrlega. Þetta er gott kúk. Sérstaklega svona í midgaminu núna og eftir leini, það er þetta frekar næst í. Ég meina, þeir geta ekkert lengur verið þarna. Nei, pöttur. Og 3. Þetta er alveg crazy DPS. Já, einmitt. Já, Holy moly, sko. þeir eru bara búin að planta sér hérna á þessu sveiði. Já, konum með toppturnin. Smá skrítið að þeir voru bara að hanga neð þá, sko. Já, sko slardarinn er næst eftir networthi. Sem er, maður sér ekkert þá, hann er líka ekkert búin að vera að fá eitthvað mörg Nei, blink, hann röstaði líka blink. En með góða lastitölur, komið blink, núna geta AHU Esports byrjað að gera einhver plays. Já, smóka hérna með Ursunni. Ætla að leita 5v5 fights. Ok, gott initiation, já hann er bara stein á Furion. Jackiron fær lastiti. Þeir skrýta. Doomsday er dauður. Vá, þetta damage frá Skartar. Hann er samt. Byttu, núna þess að Sverrir mættur. Og frá down. Víver illu hérna. Holy fuck hvað hann er tæpur. Og blink. Hann ándjós lífir þetta af. Já, þetta var samt sko. Það var svona eitthvað, það var ekki allir á sömu blaðsíðuna sko. Nei, ég held einmitt að hann ætti bara innstað að deyja þegar hann blinkaði inn sko með runna og náði ekki að drepa hana en... Já, þetta var líka, þú veist, þeir voru 5 manna og þú ert með glimps en þú veist, helmingin á liðinu fór bara eitthvað aftur. Já. Og supportanu fram, þannig að allir voru out of position. Einmitt. Það vantar einhverja sterkar röddana sem allir hlustuðu á, sem er oft sko. Planið var örugglega fyrst bara einmitt að fara í Furioninn. Já, og ná Furion og bakka út er fínt sko. Já, alveg 100% sko. Síðan eru sumir sem vilja meira, sumir vilja bakka. Já, einmitt. En það var allan komið Battle Fury á Úrsuna held ég. Eða allan að rétt tæplega. Já. Þetta er náttúrulega, hann hefur eitthvað mikla löngun í að berjast eitthvað mikið sko. Nei, þeir hafa kannski vilja bara, hann hefur viljað grípa killi með slardarblinkinu. Já, einmitt. Já, maður sjá. Já, þetta er... Ég myndi segja að eini sem er ekkert rosa ánægður með hennar leik er Viperinn. Og því að það er erfitt að vera svona far behind. Já, þetta er náttúrulega mitt hitja sem á mjög erfitt með að tapa leinum. Veitu, það eru að góðan, veggurinn náttúrulega gerir eiginlega ekki neitt á móti Viper. Nei. Jackiro gerir meira damage við þá alla þegar þeir gerir við Viper, sko. Þeir eru eitthvað aðeins að bakka, en... Byrju, Viperinn fyrir aftur inn, þeir eru allir 4 hérna, en þá... Kemur airstrike. Viper, því líkt geggju ult hérna hjá supportanum samt. Tunglindi myndi þarf að lemja þessa pöttu. Núna veitir Furion. Slardarinn deyr. Meistrar pokkið. En þeir nátti eitthvað í staðinn. Þetta var aðeins betra held ég fyrir PVF.
Já. Og glimpsið. Glimpsið. Geggjað. Vá, maður. Ok, núna er þetta betra fyrir AHI spór, sko. En pöttunar, Fullt af XP búið fyrir Puppefuts eru... þetta var worth it fyrir Vífurinn allavega, sko. Já, Vífurinn er ánægur. Hann er eitthvað að Hann er snurflaður. en Já, búið að loka hann. er Icepath, er það ekki líka eiginlega veggur, eða? Jú, teknilega, sko. Við erum með Lapp í hann, skilur við. 3 veggi Já, 3 veggi, sko. og, já, er blinkið... Nei, Já, allar hitjarnar búin að vera bot hérna í bara 2 mínútur núna. Má ekki aðeins fara að dreif úr sér kannski um mappið. Þeir þurfa náttúrulega, já, vilja kannski reyna að opna eitthvað mappið á AHI. og þetta getur verið Þetta gott verður kill. glipsið inn í slardar. Já, já, já. en, Þetta er... Þau eru dags að næri að koma út vegnum en já, Doomsday fellur. Fresh Prince er næstur. Hann er einmitt, já, með bláa fastan á DK, þannig að... Byttu. Tunglundumötur. er, Engin hjálpar á Viper eða úrsig í búði. nei, þetta er space. Já, þetta er space. Þetta er samt, já, þetta er líklegast turnin, já. Viper, já, hann fór bara í forstafum mér, hann er svona, kannski þekki það að hann... Já, fatta það að hann átti ekki sterkt lane og fer meira bara í eitthvað svona utility dót frekar en að Já, reyna að fara í þetta klassiska Hurricane Pike dót instantly, sko. Wow, ok, aggressive forstaff, slartar og... Ok, nice, þeir ná honum... Já, já. Aftur, já, gott kill líka fyrir Viperinn. já, geggjað, sko. Þetta, hann þarf svolítið þessa hjálp, sko. Já, Og bara vel spotta hjá þeim. ok, núna fær hann heistið, Já, besta Viper rúnið, hann þarf að geima það. smoke... Nei, byrju, jú, smoke upp, nei, ok. Þeir stefnir bara midturn með þessu. Þetta var mjög sterkir, sko. Já, það er ennþá alveg 20 sekund í júrunum, sko. Og við vortar hérna hjá Vigni. Gott positioning hjá Fresh Prince. Hans, já. Hann er svo fucking fresh, sko. Já, frítur. Þetta var mjög gott fyrir AHI. Já, þeir eru náttúrulega ekki með neina hitti sem að lifa með turna, þannig að þú veist, alltaf þegar þeir fá eitthvað svona freebie í turnu, það er náttúrulega mjög sterkt, sko. Já, einmitt. Ok, Men hérna, þeir ættu kannski að leita botturnum núna. Gilli kringum botturn og taka hann. já, mér þeir eru líka með gott vision í kringum botturinn, sko. Já, Þú mitt. veist, þeir eru með vorta þarna bæði fyrir ofan og neðan. Og já, mér sýnist þeir vera að keyra Já. þangað. Burson teknaði hann að línuna. Sem ætti alveg að vera, ef þeir eru 5 manna, held ég að þeir ætti alveg að vera góður, sko. Já, ég held um þetta vanlega svona fyrir leiknum er Rondo og Vignir, þetta Fresh Prince og Viperinn svolítið að kóla shotin hjá AHI Sports og síðan svona seinni í leiknum þá tekur Hilmir oftast við þegar hann er, þú veist, komið sitt carry timing. Og Easy Tormi eftir á. Já, já, já. Þeir gætu alveg teknilega tekið Ross líka, sko. Þú sér að Vífurinn er eitthvað aðeins að Já, vorta í kring núna, sko. Búin að vera Ekki vortað, já. vortrindar. Rós náttúrulega er að færa sér bort, þannig að En þeir eru með mjög djúpa, jú, hann var búinn að setja hana. góðu vortar hjá Puppafett. Það verður mjög vinsætt kastar ef þú ert að hrósa Puppafett, sko, þegar hann náttúrulega með svona, bara allt þorpið hans er að horfa, sko. Já, einmitt. Þá ætla ég að spara. Spara hrósin. Þú vilt ekki vera elskaður af Twitch-chatinu. Nei, Nei. það er ekki gott, sko. Það er gott að vera kontroversial, sko, þá fær maður kemst í blöðin, sko. Ég vil frekar Twitch þetta móti mér, sko. Þeir eru alltaf bara keyrir í tier 2 hérna. Já, Finnst þeim greinilega vera sterkari og ég held þeir séu það líka náttúrulega tímfællega séu, sko. finna pöttuna. Það hlaupa, patta, drepa kurjur og últa bur. Býtu, gott stönn. Þetta Sá getur hann verið, ekki? nei, ok. Næra hlaupa burt. Já, ekki skæða mig tilbaka.
Hann að skutsa í burtu. Dire's middle tower is under attack. Dróða frá tunninu. Byttu. Ok, ulti nota. Þeir þurfa að fara út núna. Já, ulti notaði úrsunni, sko. Wow! En, Vá, þeir eru búin að æfa sig að dodja örvar fyrir hann að leik, sko. Já. Ég held að það var bara bootcamp fyrir leik. Já, ég held það líka. Það sem þeir eru að skjóta fullt af öðrum. Já. Þeir hugsa bara, við hefum bara max 4 bann, sko. Við getum ekki bannað mjög rauninni. Já. Þannig allir í danskona fyrir leikinn. Já. Dekon fyrir Maelstrom líka, þannig að hann... Þetta er svona... Frekar vinsælt fyrir Diego Carri að fara bara í mjölni. Já, mér fannst, fólk hægt að fara í þetta armlet Mask of Madness? Já, ég held eftir að þú getur ekki lengur tekið rauða fastum deila. Þú ert ekki lengur með þetta klíf nema í dregunum, sko. Já. Ég veit ekki, allan ef þú fer í Frostdragon, sko... En breyttu eitthvað síðan við spilum hann að við fannar? Já, það var breytt, sko. Já, ok. Eða hvað? Ég man ekki hvort breytingar voru komin, en fannar fór náttúrulega í mjölni þá, eða ekki? Þegar hann var að spila DK-in. Jú, það getur verið. Hann var líka með bláa dragon. Ég meit. En ég held að fyrir mitt, þú farmar aðeins traðar upp með græni dragon allan, þá áttu með þetta DPS stótt. Já. Já, þetta er ekkert mest gríti buildið, sko. Nei. Mér finnst rosalega mikilvægt að maður fari í mjölnun fyrst, sko, alltaf núna, sko, því að Maelstromið er svona comparatively miklu veikar item, sko. Já, einmitt. En hann er að fara í Maelstrom inn í BKB, þannig að hann kannski vill, annarkvort vill fæta eða heldur hann þurfi bara að fæta. Byrju, Urinn! Já. Þú veist, hann arrowaði smókaðan gæja, skilur. En... Öllu hendi í þessum myrunu, já. Dauður. Það var ský og það var 2 veggir. Einn úr ís. Já. Og ís er rós fyrir þetta. Þeir vita af því samt. Spurning hvort þeir geta gert eitthvað. Þeir vita að það sé ekki disruptor úti heldur. Já, þetta gerir strat samt. Slardar Ursa, örgulega besta Ross-kombo í leiknum. Já. Við sjá núna þeir eru mættir og þeir ná rós. Það er hafa mikinn áhuga á að gera neitt meira. Við vel spila á eSports. Já, þetta er Objective Gaming. Fíla það. En sko, já, ég held líka að Tvöfaldvaf er svolítið bara að klára BKB-in sín. Það er 60-40 vinnpróbjörn á Papa Wins. Nefnitt. Já, ég held að Solo var líka bara svona búst aðeins örfa statana, sko. Það er ekki búin að vera það góður í þessum leik, sko, þannig að hann þarf að halda... Já, þeir voru undir meðaltali fyrir hann, þeir voru bara í, 70% hit rate eða eitthvað, þannig að... Nei, þetta er búin að vera röf leikur fyrir, sko. Finnst þið það? Mjög Já, kannski. En þetta er að fara uppleið. Alltaf uppleið. Þetta er líka tímapunkturinn í leiknum að þetta skiptir ekki máli. Hann er bara að spara góða örvarnar, sko. Já, það er betur... Hann lætur mann alltaf að halda fyrst að maður getur dodsaðir, sko. Já, það er rétt, sko. Og síðan... Það er allt mind games. Ég held mig samt ekki að halda það, sko. Ég fekk allar örvarnar í mig. Hæ? Ég fekk allar örvarnar í mig, sko. Já, hann er með einhver mind game, sko. Hann byrjaði á þér og síðan fór hann á mig. Síðan fór hann á þig, já. Þegar ég held að ég væri safe. Já. Samt frekar rólegu leikur, byrju... Já, fritt til á Jakiro. Það er næst að hafa fjúrunum, sko. Já. Það er umbeðin á hann. Hérna er að ganga tréð sem að sleppur. Líka náttúrulega hituna hjá AH eSports þurfa svolítið að vilja fá gull frá killum. Þú með Slardar, Viper, Ursi. Já, þetta er alveg þeirra timing núna, sko. PVF vilja frekar splitta mappið með Darkseer, Fury. Þeir finna hérna Ursuna. Og bara frýtt eigið. En low er í möttinu. Örinn. En Fjúrunum fellur. BKB og Úls notað á Ursuna. Bara út og passa glimpsið sem að... Hopparinn, hann var ekki BKB Úls satt en hann er alveg heilbröður. Og hann er Úlsan er fallinn. Nei, DK segi. Peppafull klára Slardarinn. Já, vel gert. Peppafull var bara nóg eftir í tankinu maður. Önnur ör. Með turninn. Ég trúi þess ekki.
Fucking gísli, sko. Dodgear, væpistræki. Og Buffett ennþá af, en Hann var aðeins og græður hérna. já, hann var í feeling samt sko. Tjöldur þetta langi fætar samt. Það henda náttúrulega PvP tölvöld betur að þetta séu langi fætar held ég, þú veist. Já, þeir misti náttúrulega profit. Þetta var ekki góð byrjun á fætt fyrir þá. Nei, En þetta var svona, þeir fóru í ægisið. mjög jafn fæt allavega, Já. jafn XP og gull fyrir bæði lið. Það er ekki stutt í BKB-an hjá profit. Dire's top tower Jú, is under attack. það mun breyta miklu. Já, Já. þessi force mun kannski ekki gera neitt mikið fyrir hann núna. Það sem að, Pækin, já, sérstaklega mútið klipsi og svona. já, mitt. En það er Síðan mitt tók hann hana. alveg næs að hafa samt mótið bæði slartar úr sér svo sem. Já, já. En hérna, Já. ég held að hann sé mun sterkar núna leðan hann fara BKB og því þá er ekki mikið sem að henni geti gert til Nei. að Svo þá getur hann lamið allavega heilan teamfight. slartarinn disassemblar en að Echoi í ekkoið. BKB, en er hann komið með Hann það? er samt langt í BKB sko, hann er svolítið fljótur að disassembla. Já, Hann er alltaf bara ekki að gleyma því. Sko. já, hann er bara Bitu. Kísilóran. Kísilóra down. Kísilóra er að fara í Namin í meitslegar jörðina. held ég. Já, Mér sýnist það. á móti þá Viperunum. Mér sýnist það líka, já. Allan ekki á móti slartar eða úrsu. Já, er þetta meitslegar komponentur? Ég held það, já. Já, það er áhugavert. Frábær búð, flott. Það er skip. Ætla Rísjó Observer er nýr Dota-spilari, sko. Já, er komið svona in-game ads eitthvað Já, engin mat, já. þegar við erum að spekka. Með auglýsingar, sko. Já, já, einmitt. Red Bull veitið, vangi og allt það. Já. Já, henta PvP mjög vel þegar leikurinn er svona rólegur, en AH e-sports eru samt svona að ná einhvern veginn að halda pressuna aðeins gangandi á mappinu, sko. Já, þetta er alveg þeirra tími finnst mér til að vinna leikinn, sko. Þetta er líka, þetta er alveg smá erfitt fyrir Björnin að spila, þú veist, hann getur ekki spila hátt uppi á leinunum sjálfur af því að það er bara slarta sem hoppar á því að disrupta klips eða Já, já, einmitt. allt þetta drast, sko. Allan ekki ángetur hann að fær BKB en En já. Það er spurning, sko, mér finnst svona smá eins og að jafnvel P2-fald var sé á smá tíma, sko. Því að mér veist einhvern veginn progression í supportunum þeirra getur verið svo hjút, sko. Hérna, Nei, hjá AH já, e-sports. ok, bara BKB forsa á DK og hann er slóaður í drasl, tippið bara heim. Já, hann Kanselar í að tippa á því. Nei. Bursa, Rísa vekkur vakkjum, veggur, en ég veit ekki hversu mikið gerur ekki neitt, hennar veggur, heldur veggur. öllum ylhúsjónum fullt af veggjum. burti. Byttu, Annar upp. dagsinnum bara Næs. sprengtur upp. Jack Heroin fellur en BKB er notað á slartarnum. Peppafett er að valda usla. Ekkert mana, en er hann núna samt að merkja hann. Já, Vá. næs. Juksin en Hann er steinduð patta. steinduð pattar. Já, góð opnum. Þeir eru alltaf að ná huge core killum. Ég veit ekki hvað gerðist þannig með TP. Nei, þetta var skrítið cancel sko. Já, fullt af tippum í búið fyrir skúla. Múla. Hvað er skúlu með? Items? Víver. Víver. Já, ok. Já, er hann ekki að fara í gleikni eða? Já. Ég Ok, var að hann er spáði Axe hvort að hann hefði cancelað þessi TP á DK. Með Axe þá, eða? Já. En hérna, Það hefði nú verið eitthvað. já, hann var kannski bara hræddur að Örsa myndi bursta hann, en þetta var alveg, Já, ég meina, hann var fucked Bara either way, hálfleik. sko. Já. Allan að komin bassur úr svona núna. Ég held að hann hafi ekki verið með hana fyrir fætinn, sko. Nei, einmitt. Nei, já, ég veit ekki, sko. Eða þá að liðan sé að öskra við getum törnað, eða eitthvað. Já, þeir eru bara alltaf að finna, sko, opnuna niðri, sko. Á dauðalinn eins og einhver kallar það.
Já, döðuleginu fyrir Radiant þá. Já, Radiant's middle Ég tower hlutum er undir, kannski slardar, Pivof. eitthvað skáta út. Dire are scanning. Pattan, gefur gott info. Þetta er ekki patta. Já, þetta er að fara að líta helvít vel út fyrir AHI. Já, þeir eru allan að virða, þú veist, allir fæta sem að byrja að líta miklu betur út fyrir þá, þannig að Já. maður heldur sko, þú veist, þegar þú komið Axe á Disruptor og Jakiro og eitthvað, þá... Já, meitt, þá er þetta bara nokkuð vanlust. Og því að mér finnst líka, Dire's middle það vantar svo mikið teamfight hjá P2. Radiant's top tower. Og aftur finnaði DK-inn, hann þarf að BKB að lappa út. Hann heldur á hannum. Góð ör. Þú veist að vera að leita glimpsi hérna. Mjög low. Ég veit ekki, hann er kannski, Snartarinn, þetta er mjög awkward engagement. ekkert glimpsi í búði. Dire's bottom tower is under attack. Ok, fullt að spila notaður og engin deyr. Já. Flott. Það gerðist. Viperinn bottlar hann upp. Já, backpacka items, flott. Max efficiency hérna. Ok, Darkseer er með Halberd blink. Radiant's top tower is Já. under attack. Er ekki... ég veit ekki, pípan er alltaf læg svo. Radiant's En top núna tower er has fallen. Já, Bergur okkar ástkæri liðsmaður. Mikill Darkseer spilari. Og hann vildi meina sko að hann átt að vera með Greaves fyrir löngu sko. Já. Flott skilabúð á skjáin hérna, Greaves despair. Puppafett í möttinu. ó, geggjað Wow, geggjað veggur. veggur, en gerir hann eitthvað? Hann er ekki með Greaves. Prophet er going Þetta ok. Prophet á vel staðsettur, BKB en núna er Úrsan mætt. Slardarinn er fallinn. og glimsaður aftur inn í hana. Já. Mér líður eins og Furion þau eru bara að nota BKB á móti Glimpse eða eitthvað sko. Þetta er svo sterk Já. spil á móti honum. Eða þú veist, þeir þurfa bara að ná að drepa meira í BKB-inu, sko. Hann er svo solo, hittir samt ekki Úrsana með örinni. Læra að Lífur- hoppa. Nei, nei, lappar nei! aftur inn í hann. Ok, hann er að beita bara fullt að spilum en núna Glimpsið kemur aftur. Glimpsið og hann er í mötunni. Og hérna, Úrsan kemur fyrir lastið flott. korridor, einhver hana, fyrir hana. Clean up on aisle 4. Já, þetta er bara, þetta lúkkar frekar einfalt núna fyrir AHI, þú veist, þetta er, Já, eiginlega sko. þetta er líka, þetta var skrýtin engagement, svona Anna Rós sem er alltaf að vera á frýr líka, Já, þeir skanna hann en geta ekkert gert. nei, það er bara að splitta mappi. Já, ég veit ekki. P12, þeir eru bara ekki með neitt teamfight, eða þú veist. Þeir eru með Darkseer, en Já, þú sér, þú veist, þó er hann næra öllum 5. Hvað gerir það þetta? gerir ekki neitt sko. Þetta er einhver bara, Já, þetta er frekar flókin Darkseer-leikur sko. Dire's top já, tower og þetta er líka svona ekkert, sko, AOE svona nema pöddur. Fattaru, sem að þú Já. getur nýtt þér. Einmitt. En þeir hafa nú ennþá séns til að svona splitta og ná einhver góðgang. Ég vil samt sjá, var með blink á tikkaðunum. Já, bara hendi smók og reyna að ná sinni byrjun að fætt, sko. Já, einmitt. Spenni arrow, ekki bara með einn forstaff á Viper. Það er náttúrulega huge þegar ná að taka út bara Disruptor strax. Þá Já, er já, Furion bara- gert eiginlega það sem hann vill Einmitt, sko. annars supportin, þú veist, það breytir fættunum svo mikið, sko. Já, Það er alltaf AHI sem hefur byrjað Puppafett er að skáta, finnir Úrsana. og Gostöl, Örinn! En Nei, hann hvað náði- er Örinn? Örinn fyrir fram hjá honum. Næri BKB-inu og últinu. Supportanir. hann er í trían. Ó maður, sjá þessa veggi maður. Það er klandur fyrir En Úrsana er Eikið sig. hann á ekki BKB eða últ, en hann er með Axe. Hann er með Axe tilbúinn. Já, hann er svona búinn með cooldown Örinn, á Enrage. frábær ör. Pottan er með það í lautaferð og Pattan fyrir inn í Icepath og döll. já, hann náði Eikið samt fyrir pöddu. Er það ekki bara góður? Já, ég held að það sé bara fýtt díl, sko. En ég held einmitt, þú veist,
En það, ég sé ekki hvernig þessi Ursa deyr núna, sko. Þeir voru svo lengi að drepa hann, sko. Radiant's bottom Ursuna. Já, Já, þetta var, þú veist, hann náði enrageinu hana, eða hoppi eftir dekostandið, hann Já, gæti ekki já. chaina örunni, einmitt. þannig að þetta var svona ekki ideal. Meiðsli er komin á Kissu. Já, ég set smá Bitu. Slartan hoppar inn. Ísilóran Hans Solo er ennþá lifandi. Hoppar upp. Meiðsli bjargaði hann þarna. Ég meina, frá hverju? Radiant's bottom Magic Resistance frá stönninu eða eitthvað. Er það ekki, já, Er það physical, lamdan, eða? ég held að hann lamdi ekkert, það þarf að lemja, þetta er allt physical frá, En stönnið á jörðina. það er physical líka. top tower. Er það physical? Já. Nú, ok. Já, ég er bara að tala með raskatunum þá. Já, hann er Já. ekki búinn að gera neitt enn, sko, en ég skal alltaf fara að fylgjast með og spotta hvort hann, Já. þessi meitslega er vinnilegin, Hörru, John. þetta er timingið. Næ. Já, þið geta náttúrulega ekki farið high ground með þessum 80s allavega. Nei, en þeir þurfa ekki að gera það, þeir eru bara að farma Þeir eru að vel farma miklu betur. og hérna, ég Fjúri. fíla, Radiant's middle hvað segirðu? tower. Segir þú network hjá Furion? Já, en Radiant's middle Fjúra tower network er alltaf is smá svona deceiving, sko. Mm. Ég var miklu frekar til að hafa Ursu með þetta network heldur en hann er líka, þú veist, hann Já. fær svo miklu meira hjálp á Ursu heldur en, þú veist, það er enginn í liðina sem er að fara að hjálpa Já, mitt. profetunum, en þú veist, þú sér, þú veist, Mundin er alltaf búinn að fara að spila mjög mikið með Ursun, alltaf þegar hún góðar einhvern veginn þá kemur inn, follow, stunnið, ampið, Já, já. bara góð svona support, slartarspilun, utility, Mitt. þannig að hann næri alltaf að drepa einhvern, en sko, profetin þá, hann hefur alltaf haft smá erfitt með að klára fólk, sko. Hérna setjum við fight, núna er að reyna að fara, Ok, setjum fólk í byrja á ör. væpunum, örinn. Nice, þetta er perfect fight fyrir þá. Það er spurning hvort Það er þetta svo tekur lítið langa DPS, tíma. hann er með Shieldrún! BKB en hann deyr. Og hann, Þú glindur myndur. þannig að hleypur í burtu, kemst hann. Kulduna Þú öllu, átti örinn. TP, þú átti TP böðin. Ok, Nice. sterkur fight fyrir P12. Þetta er algjörlega það sem þeir þurfa að leita að. Já. Fjúrinn fór líka í brútsið. Já, þetta er bara standard profit build. Myndi maður ekki fara frekar í Daedalus bara að þú veist að eiginlega eina leiðin fyrir liðið að vinna er ef að leikurinn fer late. Jú, ég myndi örgulega gera það, sko. Ég held að brútsið sem er meira eitthvað svona tempo þetta þar sem þú ert að vinna og þú vilt bara fara að klára leik. Já, þetta er bara metabildi, sko, sem allir fara í. En hérna, Þetta er svo sem alltaf lagi. já, þetta er ekkert slæmt, en það er alveg góð punktur að Daedalus hefur örgulega, þú veist, skila sér í lokin, sko, þegar þau komast þangað. Þegar hann fær 25 talentinn og alltaf mikið að damage og eitthvað með á solti sem hann er að fara í, sem er... Já, byrju, Dekóinn. Dekóinn. Fuck, hann bara bránar, sko. Þeir eru bara að resetta að komast út, sko. Hann hleypur burt, En Glipsið. glipsið, og ekki rétt tíma það er sætt. það bika. Núna er Örsansmaður möndinu, kemur Gleipnir frá Viper. Já, þetta er, ég myndi reyna bara að koma mér út sem fyrst á Radiant. Kisa hoppa burt, byrju, Ursa er smá í möndinu, hann er búinn að últa en hann er með Axe. Örinn! Skornir, góðir. Fjúran þarf að passa sig, sko. Slartarinn er reddi á hoppinn. Núna geta þau fæta aftur. Það er ennþá Jack Hero ult í bóði. Já, þeir eru alveg sterkir núna á Radiant, hann er búinn að heala upp og allt. Á ekki BKB, en Við hoppa Dekóinn er bara stöðið Já. strax. Vá, hvað er með það? Ússan þarf aðeins að bakka. Fjúrunin er að gera mikinn skaða en hann er að ná að lemja. En, vá, hann tekur líka mikinn skaða. Pípan kemur út frá Darkseer. Pöppafett. Patta, fer út. Vá, þessi fight er út um allt, sko. Já. Kisselóra hoppa burt. Víver er hann er að taka aðteklina til sín. hann lifir. Hann lifir, hann deyr. Kisselóra hinum einn á mappinu deyr líka. Sikur áttir, sko. En, ok, Fjúrjónin lifir alltaf hana.
DK-in fellu sem er ekki gott fyrir Já. Picklebuff og Darkseerin lifir. En já, DK-in er smá í möddunni þennan leik sko. Já, Náttúrulega, pick nummer 2 er að spila á móti eiginlega 3 counterum, eða kannski ekki Ursan en já, þetta er alveg erfiður DK líkur sko. já, Og sérstaklega með þetta farm. mikið Eða þú sér líka að hann hætaður sko. hefur ekki haft eitt þægilegt BKB. Fattar þau? Nei, Það sem hann har notað BKB í bara svona miðjum fight þegar hann er að lemja. já, Og það er líka svona, þú veist, þeir báðir eru í svolítið þannig gæja að það er alveg bara DK-in sem getur byrjað einhvern þægilegan fight. já. Það hefur alltaf verið einhver pattan, eitthvað svona, þú veist. Þú veist, Darkseerin næri ekki að byrja að fæta. Jú, þú veist, hann hefur bara alltaf verið á undan hinnum. Hann þarf eiginlega að vera nummer 2, sko. Darkseerin þá? Já, Já. að gera svona eins og Slartan er að gera, er að hæja á þeim og fokka þeim upp í miðjum fight. Já. Og þá getur hann BKB og DK svona lamið þægilegur. En hann, þú veist, fyrir utan að eitt catch á hann, á Viperinn, þá hefur þetta ekki verið eins einfalt, sko. Radiant are Ég veist scanning. líka, sko, báðu supportarnir hjá P12 er alveg, þú veist, þeir eru báður að gera mjög góða hluti en þyrfti ekki einn af þeim að vera bara einhver clockwork eða eitthvað. Supportarnir á PvF. Já. Þú veist, það væri fínt að þú væri með Axe eða eitthvað, held ég. Fattirðu? Já, Þetta Prophet. er bara, þú veist, þegar Já, já. carryinn er alltaf, þú veist, Prophetinn þannig sé er carryinn í þessu. Já. En hann er bara ekki alveg nóg þykkur til að lifa þetta af. Has fallen. Hann er svona alveg þetta í 24 eða ekki á 4. Já, Já, nei, 25 segir. Já, það er huge. Já, það er fyrir ekki komið að byssalegna úr svona. Já. Núna er Ursan náttúrulega bara eiginlega sem sterkust líka, eða svona. Is under attack. Slartarinn, er nær, Ívar en low, tipjar inn. Þetta er mjög sterkt eða ná Disruptor. En, já, Disruptor er 1 í 4 þarna. Hörgulega setja upp eitthvað vision. Já, það er að byrja eftir Rós, sem að geta spónað annars í 2 mínútunum. Þriði rósinn. Alltaf eitthvað nóg gottari á honum. Já, hjá Radiant, er ekki Axe hjá Radiant? Ég er svona ennþá Það er refreshir, já, ég manna ekki sjálfur. áttum á því, sko. En það var örugglega næst í stóri fight bara. Ó, Byrju, ok, nær BKB-inu. ok, þetta er samt fín. Já, þetta er erfiður Rós-fætt þá ef að Rós-fættin er núna á næstu mínútu og verð ekki með BKB og Slartar. Ég veit. Þetta er... Byrju, hann finnur eitthvað á sér, hann sér. Vá, þeir ná að sprengja Darkseerin. Byrju, hvernig vissi Slartar ná þessu? Voru þeir ekki smókaðir? Er þetta Direward hana á kliffinu? Þessi? Nei, þetta er Radiant, sko. Já, hann er örugglega bara síðan út frá sér. Það er alltaf dagur. Voru ekki bara bíðandi hann á hægrandinu og... En þeir voru smókaðir samt það ekki, eða hvað, ég veit ekki. Sá ég eitthvað vitlaust kannski? Eða hann hafi séð tríandinn sem var ekki smókaður. Þú veit ekki. En allan, náttúrulega, þú veist, mjög góð stönn hjá hann, sko, að ná að sprengja upp Darkseerin og þeir eru líka ennþá svona hangandi í kringum þetta svæði, vilja fá Rós samt er að fara topp eftir bara 20 sekúndur. Mun væntanlega spóna topp, eða hvað. Dire's top tower Þetta is er under tæft. attack. Þetta er tæft, Það er svo spennandi hvert fer hann Hann annir spónar. niðri. og séðan þurfa að býja eftir að hann lappi topp, sko, Já, í hálfa mínútu. Flott. þetta er svona leisure walk sem hann tekur alltaf. Já, En hann er ekki í stuði, sko, þegar hann fleygir öllum á vegu sínum. það er einhver að láta fleiri sér bara upp á stemminguna, sko. Já, Ok, 11k lít núna fyrir AH eSports. Lítið hefur ekki verið svona stórt alla leikinn. Þetta er bara búin að vera einhvern veginn 5k í báðar áttir, sko. já, Og einmitt komum við í 40-60 vinnprop. Hver er staðan á Fury? Er hann komið með 25 eða? Já, lengur komið með 25. Byrju! og Vá! þetta var DK Þetta var DK, sko. Þetta var DK 40.50 og mín. glimpsið, hvernig er hann, pöttunni, hann er að dodga. Ó, en veggurinn! Já, henda öll í fokkin pöttu, sko. Já, hann skallaði vegg þannig. Ok, þetta eru 2 dauðir, sko. Já, þeir bara
Jóla er bara hægand. Já. Darksin er aðeins að splitta mappi sko. Nei, þeir eru ekki með creeps. Creepin eru mitt held ég hjá Viper. Já. Já, öll leinin eru að pushast út, þannig að... Var þetta tré örgulega að kötta? Já, örgulega. Fjölnir eða eitthvað? Viper náttúrulega þarf bara, getur ekki dílu við það. Nei. Tók hann ekki alveg örgulega 3 talent Jú, ég heldur vinstri. Byrjun. Jú, ok, gott. Ég spilaði með einum daginn sem tók hinn talentinn sko. Já, ég hef lendið líka sko. Hinn er ógeðslega góður líka sko. Með að við samt 3 sko. Það er erfitt að taka ekki tréð sko. Já. En hérna, hinn er mjög góður líka. Það eru engir... Við náttúrulega lærum á því. Allir saman. Engir með Dagon hjá AHI Sports eða það. Nei. Þyrfti ekki bara Jack Hero en að farma Dagon eða Viper bara. Jú, það er alltaf betra á móti þessu rugli sko. Þetta er alveg heimskulegt sko. Ég held líka að, þú veist, ef þú ert Jack Hero núna og ert að fá Dagon, þá ert alveg að, þú veist, ef þú ert síðan ekki bustaður, þá ert alveg að spellæst til að bara hellinga af spellanauðinu mjög fight, sko. Eða, veist, þetta er líka ekki það mikið peningur, þetta er oft. Já, þetta er bara 2900 eða eitthvað. Eitthvað slegist, 2000, eitthvað. Og þeir eru líka með komnum með ætina sem þeir vilja. Já, nokkulega. En það er sko, þetta er alveg klárlega eitthvað sem þeir hafa í huga sko. Þessi tré eru fljóta bara að eyðileggja allt. Já, þeir eru búin að missa tier 3 úr turnin sko, topp. Já, einmitt. Og þeir eru náttúrulega með eiginlega 3 hittur sem getur verið að splitta svolítið mikið Darkseer, Weaver, Furion, jafnvel Kisa sko. Til er að pusha út topplinnu. Já. Það er svolítið örgulega bara gameplanið þeirra. Það er ekki líka bara Viper eða Jack Hero að fá sér travels eða eitthvað. Jú, Viper er örgulega fín. Góða kísilurna, það var ekki alveg. Merkjana, glimpana. Glipsið satt. Ó, veggurinn! Vá! Já, þetta er Doomsday Special. Lætur fólk skalla veggi. Já. Úrsan er samt, ok, Úrsan er að tippja tilbaka. Já, ég held að íta bara út þessu leini næst núna. Bastinn! Ó, næri bastinn! Hann átti líka með þess að Abyssal sko. Ok, Hilmir vissi þetta bara greinlega. Það bara trúði. Mér annar bæbæk, byttu. Furion deyr á meðan. Móti slartar. Bæbæk Furion. Næsur. Ok, ná slartar tilbaka. Ok. Já, Furion náði líka Raxinu topp. Já, einmitt. Treðið bara örgulega enginn var að hugsa út í það. Einmitt, ok, þannig að þeir skiptast á Raxi en þetta kostar samt bæbæk hjá Furion og Miröðnu. Já, einmitt. Og það hefur komið í 20k líf núna fyrir AHI Sports. Já, ég held að þeir fara núna bara topp. Ítið því í leinu út. Já, einmitt. Fá Raxi á móti. Já, og það getur einhver verið að hanga mitt bara til að grípa veifin og eitthvað. Já, þeir vantar allan að travels á einhvern helst sem að getur þá verið að laga þessu veif og joina sín liði, sko. Það fóru Linkens á Viper. Já, er það ekki bara fyrir þetta DK-stenn? Það er eitthvað... Það er eina sem þau hefur drepað hann og eina svona hættan eiginlega, sko. Já, I guess. Til að nýta og taka. Einmitt. Jú, það hlýtur eiginlega að vera bara það, sko. Hann vill ekki að það sé initiata á hann, sko. Einmitt. Sem er svona eiginlega eina... Það getur alltaf að forsa sig út og svona frá öllu hinnu. GTA Viper. GTA Viper það ætla bara að fara í gegnum, þeir eru ekki með veif, bara að leita hetjum þá. Finn ekki neitt. Ég hef ná að dodga þetta. Núna sjá hann. Ó, vá. Ó, hann kjöst ekki við klippið. Það er hann tífi út. Erum við byggja upp? Glims. Ó! Perfect time að glims. Vá. En ekki hvað. Og núna er... Pathetic, segir hann. Núna er þetta erfitt. Þetta er alveg 2 vina lið, sko, og þeir er náttúrulega þekkjast held ég eitthvað á milli sín, sko. Allan að Puppefett og ég held líka Gísli Sverrir Smokey að þeir séu alveg félagar að AHI Sports manna, sko. Og blikkið smá skrítið blinka en Kísalóra í mötti
Vá, Hoppar á veggi. hann er byrjað að læra samt að dodga vegginn sko, hann hoppaði fyrst í hináttina. Já, einmitt. En þetta er flókið. Þetta er flókið sko. Darkseid veggurinn gerir náttúrulega ekki neitt. Já, þeir náðu. Ég held að það sé erfitt að halda þessu. Veitu, Víverinn er, já, Víver og Sekiro er að chilla í Já. Dire-baseinu. En þetta er middrags. En já, þú veist, það er engin pressa þarna á móti. Það er Fjúri og náttúrulega Trekallinn báðir á er dæbaki sko. dauður, einmitt. En þeir reyna eitt fætt hérna. Bíddu. Puppafett. Ég kom hoppar inn en, Já, vá hvað hann þetta mestar er- maður. Puppafett down. Ég kom bæbak. Getur ekki staðið þessu. Og Serum hann Garman að á vakkjum inn í ekki neitt. Vá, og klipsa tilbaka. Og já, þetta er bara, Já, ok, Þessa er 3 bæbak, síðasta bæbakin hérna. þurfti ekkert einu sinni þetta agist. Þeir eru samt að kaupa tíma fyrir Þetta er samt Megas. Prophetinn, Megas. Ok, gott harpúnstönn. Gekk á. Veggir út um allt. Já, þetta er búinn. Begli, kallaða. En núna backdoorar Prophet, let's go. 5 hettir á móti. Þeir eru þetta mjög low, Fjúriðan er mættur. Hann fer, Hann er reyður, sko. hann er brjálæður, Últið, ok, nærslartar. nærslardan, hann barbekar. Slartabarbakar. Lemja, bygg og björ, Lemja. bygg og björ. Nellivæðin. Og klipsið samt, klipsið. Tæft. Öriðin hittur alltaf, hann er segul á örinni. Vá. Og það ekki meir mættir. Og, Trekallinn fellur. já. AH Esports taka hann að leika 1. Já, mjög vel spilað. Og mér fannst þeir vera alveg bara með klart plan Já, og voru að einmitt. spila eftir því. Þetta var líka, þetta er alveg svona smá klassist AH Esports draft nema fyrir utan það, veist. Slartarinn er smá óvennilegur, sko, vanlegur með Magnus, Dawnbreaker, eitthvað svona meiri teamfighter, sko. Já, einmitt. En annars er þetta klassíski supportar, sko, Jackir og Disruptor, bara, ég veit ekki hversu oft ég hef séð að fá að spila þessa hetjur, sko. Nei, einmitt. Og bara búa til eitthvað svona kaos Já, í fætunum og mér veist Ursan og Slartan voru að spila svo vel saman, þú veist, þeir voru Einmitt. alltaf bara á sömu blaðsi, alltaf. já, þetta var frábælega að spila og heldur að Disruptor verði bannaður í næsta leik, já, að því ég held það. Mér finnst þetta alltaf vera þannig að Doomsday fær einhvern veginn Disruptor í leika 1 og liðið fær að finna fyrir og sen leik 2 Já, en alltaf bannaður finnst mér. Við gerum það alltaf hana já, það geta alveg og mér finnst Það þetta alltaf enda vera þannig, patternið, sko. uh, En já, MVP, hvern myndirðu nefna? Mér fannst þetta bara vel spila hjá þeim öllum, sko. Bara flott hjá Viburnum að komast aftur tilbaka og gera sitt jobb, sko. Einmitt, Þetta lukkaði mjög röff fyrir hann í byrjun, en já, og náttúrulega sko, einmitt, startarnir eru ekki træðilegir en þú veist, hann var bara ekki fáninn creepseil í leinu og svona. Nei, mitt, og síðan alltaf bara Ursan gerði sitt, Slartarinn mann sitt jobb mjög vel, sko. Og síðan allir þessi veggir, sko, það var náttúrulega heldur mörg kill hana, bara út á veggjónum, Já. eitthvað sem að fæstir geta látið virka, sko. Já, Þannig ef að hendur svo Doomsday þá. já, ég held að Doomsday Já, væri þetta. náttúrulega, frábæra veggir, Sérfræðingurinn. Þá ætlum við að taka smá auðlýsingarhlé áður fyrir minni í leik 2. AH Esports vinnur hérna fyrsta leikinn og þetta er náttúrulega best of 3, þannig að annarkvort eigum við 1 eða 2 leiki eftir og við bara sjáumst eftir smá. Wait, is he switching lanes?
Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
What up, T1? Það eru velkomin tilbaka. Leikur 2, PVF AHI. PVF svona, já, mér fannst það svolítið svona skjótið sér fótið kannski með draftinu sínu. En bara vonandi að sjá kannski að þeir svona þurfi aðeins meira svona, þú veist, vera með meira cohesive draft og svona kannski svona aðeins bara svona, já, vera með meira svona gameplanu, hvernig er það nálgast þetta, sko. En hvað fannst þér? Já, mér fannst þér alveg geta unnið, sko. Já. En það var svona, mér fannst strax í draftinu aðeins svona smá spurningamerki, sko. Og kannski ekki alveg nógu mikið plan, sko. Nei, einmitt, sko. Ég er bara svolítið vonast til þess að hérna að við fáum að sjá eitthvað svona signature hitji hjá Smokey til dæmis. Já. Fáum kannski hérna, Razorinn, eða kannski jafnvel Dróin, hann er búinn að vera mjög góður að henni, sko. Og reyna svolítið bara svona að ná smá svona samheldni í það, sko. Svo líka held ég bara, þú veist, að er verði að taka út Doomsday. Þú veist, hann er lasinn á þessum disruptor, sko. Ég veit, hann er með nokkra, sko. Já, en hann er með Grimstrokinn og AA-inn, mér finnst þetta allt. Já, ég hugsa bara, þú veist, að því að disruptor er bara svo mikill playmaker, skilju, og hann getur bara gert svo ógeðslega mikið og ég bara svona, þú veist, nægir hann sama tempo, þú veist, nægir hann að gera það sama, já, ok, þú veist, þannig að sjáu því Doomsday, sko, kannski ekkert frábært vinnreit, en þú veist, mér finnst bara í hverjum einasta leik sem að spila disruptor, hann er bara með svo fárlega mikið impact, með þess að vera, þú veist, hann hreyfir sig svo vel, hann er með svo heitur svo mikið í puttunum, sko, að ég myndi vilja sjá þetta í leik 2 að PVF myndi bara banna hann, taka þetta vandamál úr sögunni og svo bara, þú veist, leyfa draftuna þess að þróast. En annars held ég að drafti sé bara tilbúið og við getum bara stokkið í það, já, right now. Það eru AHI, ok, við fáum ekki svo signature Razor hjá Smokey, þeir taka hann út strax, Undying, Rubik. Þetta er bara sama. Já. Þeir taka út Raptorinn og peka Mirrorinn. Jú, mjög ánægð með að taka út Disruptorinn, taka líka út AA. Vá, heyri, ok, þessi lifið þetta nákvæmlega hvað þeir eru búin að preppa drafti hérna. Já. Það er bara ban, pick. Sús, wow. Grimstrokinn. Vá. Og Mars. Já, ég voru búin að drafta, ok, heyri, ég var að heyra það var production og þeir eru búin að remake loftið, þannig að þetta make sense núna, ég bara, hvað er að gera með hraðan á þessu?
Ok, wow. Og Dúsa. Þurfum aðeins að fá hann aðlasa þetta. Ok, sko, strax er ég mjög hrifinn af AHI draftinu. Út með Jakiro, út með Mars. Þetta er mjög gott teamfight combo. Grimstroke, mér finnst svona vanta kannski eina svona combo hitt ég með því, svona þannig. En annars er hann bara sterkur á Grimstroke, sko. Já, þetta er líka bara, þú veist, mér finnst hann þarf bara eina, sko. Já. Þú veist, að ulti þarf ekkert að komboa með yfirleitt, sko. Nei, ég mitt, sko. Og hvað er lastpekki þeirra? Hann kemur rólega, Hector rólega. Wow! AOE sull meira, þeir eru með nóg af AOE sulli. Já, mikið stun. Og hver er senast að ég api? Wow! Þessi api! Já. Slow motion apinn. Svona, með því að horfa á draftið, hvað fílar þú meira? Ég allavega fíla miklu betra draftið hjá P2 heldur en í síðasta leik. Eða þú veist, mér finnst þetta svona meira, þú veist, þetta er ekki að flókið, þetta er ekki að svona nísko, hvað sem árásar, angle, einhvern veginn. Þú veist, allir bara fínar hetjur, mér finnst bæði liðin bara að vera með góð draft, skilur við. Það er ekki eitthvað svona obvious vandamál sem ég sé núna eins og í síðasta draftið, þú veist. Ég held að bara bæði liðin eða mjög góðan séns, sko. Ok. Það er spurning samt, ef að þeir verða þykkir á P2 það er oft auðvelt að lifa af allt þetta sull, sko. Þú veist, og að nota BKB-in og þá getur verið svolítið erfitt að kötta út bara með AOE sem að, þú veist, er svolítið AHI. En, þú veist, hinnir eru líka með, þú veist, þeir eru með Arena sem er bara geggjað teamfight, Doomsday á Grimstroke, Dúsuleikurinn, eða svona Monkey eina hetjan sem er óþægileg fyrir Dúsu. Já, þetta gæti, er þetta ekki ágætis Monkey-leikur? Þú veist, það eru svona þannig, þú veist. Jú, þetta er náttúrulega svona svolítið area denial hetja, sko. Já. Sem að var smart pick, sko. Og þeir taka líka, sko, ég er alveg svona, þú veist, ég er svolítið hrifinn af þessu Wraith-King picki líka, sko, því að hérna, þú veist, þeir eru með mikið svona, þú veist, þeir eru með mikið AOE og þú getur haft kannski hans með svolítið svona frontlaner bara til að hlaupa inn og gefa vision og reyna að disrupta teamfightin, sko. Og lifa af alla þessa hringi á jörðina. Já, þetta er allt fullið. Já, mikið af gumsi, sko. En mér líður svona sama tíma eins og, hérna, veist, ef ég var að spila leik, þá myndi ég freka vilja vera í AHI draftinu. Þú veist, það er mikið af stönnum, það er mikið lockdown, þeir eru með silence og svo eru þeir með eina mjög harða dúsu til að, hérna, til að karja sig. Einmitt. Ok, smókaði level 1. Sko, ég líka verð að segja, ég er búinn að vera rosal hrifinn af honum hérna low á miðunni hjá PVF. Hann er búinn að vera mjög góður í leikinn sem ég sé hann spila. Og, þú veist, líka á móti okkur, þá var hann ógeðslega góður. Og hérna, og mér finnst alveg bara sjúklega mikið af svona, þú veist, jákvæðum punktum í P12. Það eru með úttalega svona, þú veist, góð hreyfingar. Þú veist, þeir spila alveg Dota, þeir bara skilja alveg, þú veist, hvað er að gera og bara, hérna, bara mjög sterkt lið, sko. Þannig ég er vonast til þess að við fáum alvöru comeback hérna í leik 2. Já, ég er allavega hrifinn af gameplaninu, sko. Já. Er Harrison Solo, er þetta svona mikil mér raunu sérfræðingur, eða? Er ég sleepinn, eða? Já, sko, ég man náttúrulega eftir bara, ég held að það var fyrstu kraftvéladeildin eitthvað, sko. Já, bara way back when. Já, þá var eitthvað eitthvað mýraðinu dót, sko. Myndband á honum með bara glæsilegustur örfum sem ég séð. Einmitt. Í sinni. Þannig að, en þetta var svona, já, ég held að ég hef ennþá trú á honum, sko. Það var svolítið svartu debill á hérna orðspóra hans í síðasta leik, sko. Já. En það var kannski bara draftið í kring, en Mirana var góð, einmitt. Ég hef fulla trú á honum með það, sko. Ok, þeir treyta bara Bounties í byrjun og leinin bara á stað. Ég, sko, þessi nýji Jakiro, sko, ég veit ekki, þú veist, mér finnst Dawnbreaker vera, veist, alveg klárlega einn sterkasta lane-hitjan í byrjun, en Jakiro, sko, þessi hitja, hún er svo sterk. Ok, hann solo secure Archerinn. Já. Vilja er ekki bara pússa inn þessu leini og reyna að harra þess að dúsa, en svona er svo...
Jú, ég held að það sé líka bara svona kaupa tíma fyrir púls og svona, þú veist. Já. Þeir klálega með aðeins sterkara svona early Dúsa, Jakiro, það er erfitt að díla við það. Já, Doomsday með sexy hérna Stroke of Faith þarna í gegnum púlið. Já, ég fengi að kynnast þessum penna og þetta getur verið ansi vont sko. Já, þetta sko, við erum aðeins búin að vera að reyna að hérna, vá, aftur. Bara, Pepperfey bara... Já, hann kemst bara ekkert að sko. Nei, það er miklu basli. Lengst í burtu en sant. Getur ekkert hjálpað. Er ekki líka þetta ekki líka frekar röff lane fyrir Smokey á móti Sand King? Það er alltaf að bæna all veifinn og þetta er ekki besti svona laning supportin sko. Nei, þetta er svona frekar röff. Og stunna. Aðeins að harfa það. Aðeins að finna fyrir sér. Já, ég held að Pepperfey þurfi bara að senda sér fullt á regioni. Já. Mér syns Wraith King líka var að senda sér region. Og hann er að taka út hardcampinn, þannig að hann getur fara að leika sér með hann líka sko, með þessum penna. Stakkaði kannski upp nokkru sinnum og fá og þrykki gegnum það. Já, ég veit sko. Ég veit ekki, ég sko, mér finnst það er svona sumar hetjur, eins og hérna Grimstroke, ég held að það er ennþá eftir að sína manni hvað hún geti verið mikil störlun sko. Smokey frá stað, Haraldsson niður, Sand King. Já, heyrðu, býttu nú við. Ó já, á móti fucking drengjónum líka. Já, hann er að fara að sprengja eitthvað sko. Já, ég myndi spara þessa drengi sko. Já, sko. Bónus per target er sko 20, það er alveg mikið. Já, þetta verður, sko, leið að þetta kemur level 2, þá byrjar að elda úr þessum spil, sko. Fyrsti levelin svona, getur við lifað af, sko. Já, hann er low á mana núna, en ef að Smokey er með annað go, þá getur hann kannski gert þetta, en hann er búinn að poppa klara því. Herru, Fresh Prince, það er topp. Já. Þetta er aðeins við. Ætli þetta hafi verið... Hann er eitthvað stíð og langt og fengið í sig. Þetta er ég að segja, sko, Dawnbreaker, hann gerir svo mikið damage. Já. Og líka, þetta er svo skindilegt, hann hoppar á þig, húar þig niður, kannski inn í ör. Já, örgulega ör sem þú getur ekkert eitthvað bakkað út frá, sko. Nei, erfitt og náttúrulega, maður sjá. Já, ör. Nei, þetta er bara ör, bara... Svo bara mjög, já. Þetta er að segja, sko, þessi hiti gerir svo mikið skaða, sko. Já, en það er óvanalegt að Mirana sé að setja upp fyrir... Já. Heldur en öfugt, sko. Og Clardy Addict, þú veist, hann er náttúrulega semi-counterpickar hann mitt sko. Já, þetta er alveg röff fyrir hann. Gott er næð þarna. Þetta sér alveg bara 7-3 á móti 18-8. Low er að pakka honum saman. Já, þetta er ekki þægilegt lane. Nei. Hvernig á maður að, þú veist, já, einmitt. Bara svona eitthvað, þú veist, bara börsta niður, draga við börsta það. Taka runes, ganga sidelines, þú veist. Fáum kannski eitthvað early rotation frá massinum því að þetta er smá röf. Ói, herru, hann klárar hann! Ok, vel gert hjá Pepperfey. Kemur smá óvart að hann sé að ná að drepa Sand Kingin eða. Já. Þetta svona smá býttu aðeins. Hann er mjög low á region, hann er ekki með salv. Er hann með körrur á leiðinni? Nei, körrur er hann að hlaupa tilbaka. Já. Ok, Sand King kemur alltaf sterkur tilbaka. Ég velti bara fyrir mér, þú veist, eins og núna hérna, já, hann fara að næja þessari Rósan. Býtu, Medusa er low, Awesome var að deyja. Það er Mango. Tiny Cutie, næri ekki að klára hann. Gott að vera með Fresh Prince á hliðlinni, sko. Já, hann næði sér Rósan. Ok, en er ekki ennþá, þú veist, það er ennþá þetta, hérna, Death Timer. Já, en þú sér að þetta er samt styttra en að labba heim, sko. Já. Nei, það er neutral, eða ekki? En er það ekki á Rósan líka, eða? Mér finnst það að vera svo stutt núna, það var bara 17 sekúndur eitthvað. Já, kannski. Þeir eru eitthvað að treyta farmið hérna bara á topplínunum. Hann Cutie er samt líka að pakka hann saman á topp, sko. Medusa er í basli. Þeir góða inn. Cutie er ekki með stun. Þeir eru með já, wow! Herra, ok. Ok, hann dör. Aldrei sem þessi heti gerir skaða, maður. Þetta er bara mest damaging hetinar, sko. Og hann er með blind facility, sko, sem er líka sjúklega gott til að treyta hérna við hinn supportin, sko. En ok, leinir ganga ekki, aftur deyr Sand King. Myndavélun okkar er alveg í rugli hérna. Guys. Já, þetta kemur svolítið óvart, sko. Sérstaklega því að, þú veist, er hann ekki að poppa Skeles og drepa þeir bara taka niður, slow and steady. Hann er bara... Á low. Hann er með styrk, ekki? Já, fyrir inn... Og svo annar blast. Hann bara döður. Ok.
Mér finnst það einhvern veginn eins og Grimstroke og Sand King að gera betur á þessu leini með hérna. Já, mér finnst það líka, sko. Smá röf, sko. Og Monkey að fara ansi langt á undan Marsinum. Ok, Harrison Solo deyr topp. Já. Tiny bara að fá ótrúlega mikið farm á þessu leini. Medusa náttúrulega kannski gerir ekki mestu pressuna þannig, en með samt svona, þú veist, á móti Melee. Ok, Rósúsin. Verða með eitthvað meira. Þetta kannski vandamáli við að vera að maxa Stroke of Faith en ekki þarna eð á... Já. Új, það sleppur. Já, Smokey bara berjaði köku, sko. Já, og svo líka Sand King á móti drengjónum. Oh my lord, bara sprengir á alla. Já, einmitt. Frekar röff skilileikur. Fyrst hann hefði þetta að fara í... Ertu búinn að prófa eitthvað hérna Vampiric Blade eða hvað þetta heitir? Nei. Ég bara fengið að bragða á því, sko. Já. Mér finnst það svona... Þú veist, þetta er eitt sem mér finnst alveg cool facilitina. Að þú veist, kannski hefði Smokey átt að fara frekar í Spectral Bladeið. Já. En svo sama skapi, sko, þú farmar bara svo 10 hraðar ef þú ert með Skelly Boys að hlaupum á milli kampa, púsa niður waves. Þú veist, þetta sé kannski með hérna 2 mjög sterkar hetjur á móti því. Já, það verður verið að virka samt fyrir þannig. Já, einhvern veginn. Ég held að þetta sé bara Puppuface sem er að gera svo mikið skaða, sko. Já, mitt. Já, þessi súshetja kemur mér alltaf á orð, einhvern veginn. Ok, náðu góð púli. Sand King samt örugglega farmar bara. Býta aðeins. Ok, 2K lead. Ég er ansi stressaður fyrir hönd AHI varandi þennan Monkey, sko. Hann er algjörlega að fá bara frýtt fæð húsnæði hérna á miðlunni, algjörlega uncontested. Og Marsin er komin í 6, spurning hvort við förum að fá rotation á hann bráðum. Hann hleypur 8 með rúnið, mjög vel gert. Pikka það upp. Það verður að fá boots fyrir. Já, hann er ekki með boots, sko. Rest Prince í vandræðum, dreipaður hann eða... Hann mistur öðrunni, hoppar inn, já, hann döður. Vel gert. Mjög vel gert. Já, þetta er alveg... Puppuface er að láta hann... Já, þeir eru reiðir til síðasta leik, ég er skjúkláð með þetta. Þeir eru bara pressa. Bara taka... Þvílíkur hiti á þessu botlinni, sko. Og hann er meira sem með 2 bracera, sko. Þetta lúkar eins og það getur verið smá erfitt fyrir AHI að komast bara út úr leininginu, sko. Já. Með, þú veist... Þeir þurfa einhvern veginn að brjóta þetta upp, sko. Já. Sérlega með Rana er að rotata, spurning hvort hún sé að fara mid. Er hann bara að ná í bondís? Já, fyrir hún mid. Já, hún er allan eitthvað að dansa hérna. Já, hún er með mikið damage, sko. Level 3 Sandstorm, nei, hérna Starstorm. Já. Klart að þetta með Illuse. Þannig að fara að skáta eitthvað að það. Hann veit að mér hann að miss, sko. Sér hann spila mjög passivt. Doomstef að mörgla sig hérna með eitthvað stakk. Gott næ. Já, þú veist, þetta er svona bara frekar statik núna, en ég hugsa bara ef ég væri AHI þá væri ég frekar stressaður, sko, því að þessi Monkey, ég er bara, þú veist, ég veit ég er búinn að tala um hann núna 4 sinnum, sko, en hérna, hann er að fara að taka yfir leikinn sín sem er. 63 last hits á móti 33 hjá Clardy. Þeir fengu þarna last picki, sko, þú veist, þeir er að gera það viljandi, sko. Velti fyrir mig hvort það hefur verið betra að setja Sand Kinginn á mótunum, eða hvort það hefur verið bara, þú veist, bara með mæta Sandstorm, skiljur. Það er skárra, sko. Ég held líka að þau voru að gera það vist, bara. Já. Það minnst líka Mars parast alveg mjög vel með Grimstroke, sko, að lenni. Já. Já, hann bara púsa. Mjög vel gert. Tímindar hún er spónar, það er topp, það er Invis, Fresh Prince og er að taka. Marsin hleypur í það. Spjót burt. Og Örinn. Örinn landar á Marsinum. Nei! Ná honum. Geta að chasea niður næsta. Hann veit ekki hvað hann er. Já, hann á honum! Ertu marklækning og jump? Hann er ekki mark. Hann er ekki mark. En hann er hann... Bam! Nei, hann fucking... Og hoppið... Akkur hérna, hann vondaði. Hann revílaði sig. Já, úr Invisinu. Já, var hann með rúnið? Já. Já. Fresh Prince var Invis. Jæja. Unluck. 7-1. 4K lead á 10 mínútum. Tæknins 11. Þetta er alveg svona... Hann er að fara beint í diffjú. Já. Ég held að það sé bara mjög gott build. Mjög sniðugt. Mjög gott build.
Þetta bara að hlaupa á Marsinn og Medusuna vil ekki sjá þetta item. Nei. Henni Putti hleypur inn, pressar Awesome á. Új, ör! Er hann ekki bara döður eða? Nei, er Awesome á að lifa. Hann er ekki með meira manrage held ég. Nei, hann missar hamrinu. Gott júk, en er hann ekki hann. Ok, öldi á Sus, hann er döður. En fá trade. Ok, Fresh Prince er komin í 6. Þeir eru mættir hérna margir topp. En aðeins og seinir. Tiny er bara farinn. Já, mér finnst líka að Tiny, hann vann litlu deildina. Já. Svo frækt orðið. Mér finnst hann líka að vera svona einn af sterkari leikmannunum í þessu liði, sko. Og hérna, þú veist, það þarf eiginlega, finnst mér, að reyna að loka hans á hann, sko. Þú veist, ég held að þeir að verða of seinir að fara að loka hann á Monkey. En ég held að veri mjög gott að reyna að pressa hann á Dawnbreaker líka. Hann er þessi hetja sem vill náttúrulega standa, þú veist, langt í burtu frá liðinu sinu og alltaf inn. Þannig að þú veist, að reyna að færa fætinn til hans kannski. Ég veit, hann mun alltaf verja alla úr þessu súpu. Þú veist, þeir eru með svona 2 frekar góðar hetjur á móti svona AOE. AOE eru smókaðir, koma aftan á hann. Þeir eru bara að hlusta á binna. Hvar er Tiny? Hann er að outmanúvera á, býta aðeins. Hvert er hann að fara? Ná er Icepath. Makro. Er hann ekki bara döður eða? Jú, hann bara lokaði af. Jájá, mjög gott gang. Ok, verið næst. Það kemur rotation frá PVF. Þeir eru allir mættir hérna. En þeir eru ekkert með blink. Þannig þeir ætla bara að reyna að ná einhvernum leifum. Ok, Grimstroke eldi. En hann er bara döður. Elda Fresh Prince en hann væntanlega sleppur. Er ykkur ör? Nei. Áhugavert hjá Kiro-bild. Hann er með maxa Q. Svo og hann er með ekkert í Icepath, þannig að hann er með Icepath fastitinn. Já. Hérna held ég að einhverjir myndi setja spurningamarki á Fresh Prince, en hann veit kannski eitthvað. Já, er þetta ekki svona hópa-bildið, sko? Já, en sko, erum við ekki að tala um að þetta sé 2020 hópa-bildið? Jú, ekki leiða, sko. Þetta er hérna, þú veist, það er búin að vera 17 patsar þar á milli. Ó, gott spyr. Susi vandræðum, hoppa burt. Þú ætla ekki að reyna í það? Nei, það er bara döður, já. Sandking er á meðan. Sandking er á meðan, Kuti er gernilega bara allstaðar. Eða Tiny, kalla hann það Kuta. Gamla liða hans. Já. Og þeir virðast alltaf að pressa mitt. Mættir þetta með 3 hetjur. Kom með 13 mínútur diffjú. Sheesh. Sá er feitur maður. Já, þeir eiga náttúrulega hann ennþá inni. Hann eiga hann basically inni. Já. En hann er alveg að fá blink á Sandking. Þú veist, þegar hann er komið blink, þá byrjar hann allavega að geta sett eitthvað upp, sko. Hann er bara með 1 level í stönnunu, hann er alltaf með maxað Sandstorm. Og hérna, þú veist, þetta er alveg galinn skaði í byrjun. Þetta er búið að nerfa þetta aðeins, sko. En bara svona gegnum tíðina, en hérna, en ef hann maxað Sandstorm, þú vilt ekkert vera early að fæta inn í því, sko. Nei, mitt. En þeir eru svona tanki, sko. Ok, hlaupin í Osmo, power rotations. Annar típi, hann er bara steindur hérna, allt svo sein. Geðveikt makro, geðveikt Icepath og er eitthvað meira. Það er eitthvað hetjur hérna. Sandking er pottet að segja bara, guys, ég er ekki að vera að berjast, sko. Ég þarf blinkið mitt. Já, veist, ég mitt. Það er bara blink á leiðinni. Það væri galið að fæta þetta. Gott rotation upp PVF. Mjög gott, sko. Fara áður en að hann fær blinkið. En núna þurfum við að fara að sjá eitthvað svona rotation eða eitthvað svona meiri play hjá AHI. Já, þeir gera það örugglega bara með blinkinu á Sandking. Já, bara smoke in. Ég er samt smá ágjörð núna að þeir eru báðir að fara í blink, sko. Já. Og af hverju þá? Bara á því að mér finnst að annar ætti að vera svolítið aðeins meira gritty, sko, því að við þau missa spjótinu, ég held að hann fyrir döður. Monkey gerir svo mikið skada. 1, 2, BOOM! Og svo! Já. Klarði, mátti ekki missa þessu spjóti á Monkey, sko. Freka slæmt að missa hann, einmitt að Sandkingin kom með blinkið, sko. Getur ekki pressað hann eða núna, hann level 12, eitthvað vanta damage. Fresh Prince er samt kominn. Makro til 30. Þeir eru með smoke. Já, þeir smoke upp. Þeir ætla að drepa hann á Monkey. Sandking er að skríða. Hann einmitt fyrr. Hann skinjar eitthvað. Hann er bara þefið uppi. Þeir eru búin að vera að missa mappinu svo lengi, sko. Þeir voru triangle, kannski sá hann þetta. Á hérna Warden mann. Já, býttu nú við. Pöppufey. Vakandi. Ok, þá er þetta smoke fara svolítið rugl. Hann er komið til liðsins.
Klart að þetta er topp, ætlar hann að ölta Dawn, Kuta. já. Hann er með DD, nær hann ölltunum með það? Nær hann ölltunum? Nei! Monkey finnur hann. Monkey ulti. Hvað er ölltin? Hann er ekki með mana! Hann er drepinn. Ok, geggja Ice Path. Hvað er Sun King? Hann fer inn, stekkur á tónuna. Sun King fer inn. Mirana, hún lifir! Lói fara hann út. Smokey, hann er alveg sama, hún lokar að deyja. Tiny er að halda öllum hinum, hann hlýtur að deyja. Þeir hljóta ná honum. Já, við ná honum, en Sun King deyr. Það var blinkri vílið maður. Og Smokey er alveg dettir að því. Sko, ég held að Mirana hafi lifað með bara ekkert, sko. En hann er aftur að fara í, er þetta ekki meitslegir? Þetta er meitslegir, sko. Jú, ég held að bilda þetta æðum aldrei á neina heiti, sko. Nei, en þetta er geggjar slegir leikur, sko. Já. Gott með Sun King, gott Já, með Jakiro. Bara limita þetta damage hjá öllum. Já. Já, þeir þurfa aðeins svona bara að fá alla galdrana saman að AHI til að ná þessu, og því að þetta er svona, þú sér, það munaði svo litlu bara allir myndi falla, sko. Ef hann hefði hent upp ölltunum hann held ég á Marsinum, hann Já. veit náttúrulega ekki það sem við vitum, sko. Nei, en ef hann henti upp ölltunum, hann hefði mögulega fengið Monkeyin inn í hann líka. Ég var að bíða eftir því, Ég var að betra myndi dett úr tránum, sko, og vera að stönna þetta með eins og einhver loser, sko. Næja, ok, gerist. Clarity hann ætlar í blinkið sitt, sko. Ég skil alveg hvað það meina, sko, en ég hugsa líka bara, þú veist, mér finnst oft gott að vera með svona 2 kóra á blinki, þú veist, til þess að bara, þú veist, þá bara verður meiri harmonía í hvernig ég gerir galdran ykkar. Já. Skilju, þú veist, bara, ef hann nær góð blinki með hérna Arena, það er engin með BKB, þá kemur follow-up, þá er svo auðvilt að spila Heitus og Jakiro, þú veist, þú bara smelli makrón inn í Arenað. Sama með Sun King, þú bara einhvern veginn, þú bara eldir. Já, einmitt. Það er bara, það sem ég er að hugsa er að þeir muni lenda í damage vandamálum, sko. Já. Sem er nummer 1 problem sem þú vilt ekki hafa í Dota. Það er damage vandamál. Low er að pressa, ég klarði döður það, nei, alveg heist. Og bara heist. Þetta er ástæðan fyrir að Runes skipta máli, guys. Talandi það er Arcane top og mér syns Monkey ná að secura það. Sko, þeir eru 7k undir, þeir eru að spila helvíti hrættir, finnst mér. Þú veist, þeir eru með Blink og Sun King. Þið verðið að fara hérna að hreyfa ykkur, sko. Óps, missar. Tiny er að pressa. En ég held að sé mikið gríf að labba þarna upp núna. Hann er að fara í Sangayassa næsta item á Monkey. Fílar það? Hefur þú viljað svo BKB fyrst eða? Já, en mér finnst það fínt líka, sko. Þetta er bara gott, náttúrulega tanking item, þú veist. Ef þú farið stakka upp, fattar þú? Og hann er svona satsað að hann lifir af, þú veist, fyrsta góðið, sko. Já. Þetta er svona, þú veist, þetta er oft svona, þú veist, þú gerir alltaf í pubs. Já. Þú ert einhvern veginn, þú býður eins lengi og þú mögulega getur á hann kaupið leiðilega itemið sem að BKB er. Já, þetta er svona gráðugra optionið, sko. Þetta er miklu gráðara, sko. En þú veist, þetta er alveg defensive líka, sko, þannig að ég fíla það, sko. Þetta er náttúrulega gefið status assistance, sko. Já, einmitt. Ég er bara að hugsa, sko, þeir eru bara með svo ógeðslega mikið af göldrum á AHI og Já. sérstaklega svona early, þeir eru með Ice Path, þeir eru með Macro, þeir eru með Sun King, Arsenalið, þeir eru með allt frá Mars. Þannig að ef þeir ná honum. Já, en málið er, sko, hann er náttúrulega með svo mikið backup og hann þarf ekki eins og að vera fyrstur, sko. Hann fær alltaf Dawn ulti ef hann lendur í vesenni og þannig að, þú veist, auðvitað var í PKB náttúrulega geggja hérna, en þú veist, það er spurning hvort hann græði meira á hann og langur hann að vera með Sangayassa. Já, ég held að Sangayassa náttúrulega eins og segja það er meira gríti bild, hann fær náttúrulega hlaupa hraðar, leið með hraðar. Já, hljótur og rótur og svona, skilur elda fólk uppi. Skemmtilegt ward hérna uppi hjá PVF til að skáta Medusu farm patternið. Það er náttúrulega geggjaði fæti ef að þeir byrja að óna henni, skilur, hún þarf eitthvað að poppa ulti. Já. Þú veist, ég veit að AHI eru með, hann góður inn. Býtu, er hann með Shardin eða? Já. Sick! Herru, ég er að segja þessi low, þetta er algjör leikmaður, sko. Þetta rössa hann bara Shardin og svo bara inn, drepur á. Og Smokey finnur Fresh Prince. Nice. Fresh Prince er örugglega að reyna að push waves, boot space. Góð spjóð tilbaka, eru með eitthvað? Hann er bara búinn mann sér, hann bara stenduður. Já. Ok, þetta var smá djarft hjá Clarity aðeitt. Hún landar örugglega ekki. Og aftur núna, Sun King. Sun King! Þetta er fjöður. Já. Þeir eru bara gjörsann að hlaupa
burtu með hann leik sko. Þeir eru með Já, 11 káli, 21 mínúta, Experience að spóna. Ég sé að Tiny að pinga Smokey að fara í Experience þeirra. Já, þeir eru bara þvílíku strollið þarna sko. Já. Manstu erum við búin að sjá Arena? Nei, ég held ekki. Við erum ekki búin að sjá Arena. Og ég held að síðan 2 skipti þegar hann hefur getað að reyna. Hann hefur einhvern veginn hikað. Já, einmitt, og síðan bara mannalaus. Mannalaus og dáið. Það er svolítið vandamál líka við, þú veist, finnst mér Mars. Þetta er svolítið svona crowd control hluti, og ef hann lendir svona eftir á, hann hætti bara að gera damage. Já, einmitt. Þú veist, en þetta er náttúrulega geðveikt crowd control. Þú vilt svolítið vera að nota öldin, þú veist, mikið í byrjun þegar hann er sem sterkastur, sko. Hvað þá þú ert með follow-up eins og Jakiro og Sand Kingin sko. En þú veist, ég elska að spila sus í svona leik. Þú veist, það er svo auðvelt að setja bara korona hérna, rewardar allt. Þú veist alveg hvað það getur verið. Já. Mikið öryggi. Og svo finnst þér að svo gerir svo mikið með öllum þessum damage sko. Ok, ég er að heyra það tilbaka smá svæði, en þeir eru að lappa inn í wardana hjá PvP. Arena, beint á sus, hopp inn og hvað er follow-upið? Það eru 2 læstir inni, guys. Samki kemur inn. Hvað er makrópaðir? Það er komið niður. Ná einum. Kuti kemur inn. Freshprince er dauður, Smokey klárar hann og þeir væntar að klára líka Sand Kingin. Og Lói bara á baklínunni. Með sínskarinn alveg. Já, hann er, ok, hvað? 3-shotta hana, Gott jump. En þetta er líka vesenu með Mars-blinkið. Já. Þú veist, hann er bara langt á undan. Einu sem getur ykkur follow-up er Sand King. Já. Og síðan bara vantar damage til að klára. Og þú veist, þeir voru með Dawn ulti allan tíman inni, sko. Þeir notuðu ekki með Dawn ulti á sjúsinn, sko. Nei, það hefði getið örugglega bjargað honum, sko. Já. Og núna bara hlaupaður upp línuna. Já. Smokey er náttúrulega með öldin sinn. Og þeir fara tilbaka, reset, push the waves. Geggjaða line-up bara til að gera núna þetta. Spila gridinu 3 cores. Já. Allir þykkir. Allir farma frekar hratt. Og síðan endalaust pressa frá þessum skeletons einmitt. Það er erfitt að finna einhverja þægilega fæta núna. En þeir eru, þú veist, ég vil sjá eitt fæt núna hjá AHI þar sem að þeir eru bara að nota alla spilana saman. Já. Það hefur ennþá ekki náð að ske í þessum leik sem er svolítið line-upið þeirra. Þú veist, þetta er bara, þetta er okkar fæt. Ég held að klara þetta sé döður, sko. Það er bara aðeins, já, gott blink maður! Ok, það var einmitt að farma. Sá er heppinn! Þetta leit út vel maður. Ég ætla að segja, sko, bara Sixth Sense. Já. Neuralink reaknið, sko. Þetta leit ekkert smá vel út. Sko, myndafél hefði ekkert að sína ykkur krýpa ef þetta fyrir uppi. Hann blinkar út. Sko, Dusa, þú veist, ég meina, hún er að nálgast bötterið, sko. Já. Mjög agaður og awesome á að vera með allan að damage í backpack, sko. Já. Þeir eru bara að klára butterflyið og bara að reyna fætt, sko. Já. En þú veist, átt að reyna það, átt að fara út, átt að bara búinast til þess að þeir fara high ground eitthvað. Nei, ég held að þetta verður ekki auðveldara ef við bara býða og vona, sko. Ég held að þessi Dusa á svo erfitt með að outcarrya þessa 3 kora. Já. Monkey með diffu líka maður. Og þú veist, þetta er svona smá eins og þessu AOE karriér, sko. Já. Þú veist, ef þú nær aldrei að drepa all liðið, þú nær aldrei að fókusa eitt gæja, sko. Nei. Þannig að ég held að þau þurfa að reyna bara að fá lítið núna tilbaka. Hann er reyndar alveg að... Sko, maður spyrir, sko, hver er að dansa við hvert, sko. Ok, hérna kemur Arena, kemur Makro, kemur allt út, en það er engin damage. Bara Tiny er að negata öllu sem þeir gera, sko. Já, einmitt. Þeir líka bara komið svo mikið á undir. Já, þetta er 15k, þetta er alveg rough. Þú veist, ef þið ætla að gera þetta, ef þið ætla að committa Marshalti, ef þið ætla að committa Makro, þá verður bara að committa öllu. Þú veist, núna einhvern veginn er þið svona hálfbúnir með fabbissuna, sko. Já, og þú þurfa að bíða núna. Og þú þurfa að bíða og hinn gaurinn vill ekki. Þú veist, þetta er bara, it's a rough one, sko. Já. Og hérna, síðan alltaf gott plan með dúsunni, standa fyrir aftan dúsuna. Já. Tilbúnir. En þú veist, eins og ef þeir standa fyrir aftan dúsuna núna, sko, og þeir góða dúsuna, mér líður bara degið bara. Já. En þú veist, ég held að það sé alveg góð hugmynd, sko, með margar reyna, sko. Við erum náttúrulega 2 blinka fyrir aftan sig, sko, einhver stöns. Margir slæmir kostir, sko. Já. Það komið blinka Smokey.
Hún að fara í BKB, Abin líka að fara í BKB. En mér líður einhvern veginn eins og þeir verði að fæta áður en að koma til þessu BKB. Ég sá að Tiny á Dawnbreaker, hann komið BKB sko. Já, einmitt. Og hann þetta ekki komið Shardin sko. En hérna, þú veist, hverjum ekki sama, bara með harpún BKB. Þessi gæði að fara inn. Ok, fjármann smoke. Þeir eru komið butterfly á dúsina. Þetta geti verið butter sko. Feet fight sko. En þeir vita af rósinu. Og þeir eru fyrir aftan hana. Þetta lúkar vel. En nörda hamar. Ok, þeir vita hann þarna. Kemur makró. Já, hann bara steindreifur hann. Stank ekki fyrir inn. Smokey að tanka þetta allt. Tiny líka, honum alveg sama. Klartakti fara ekkert að gera neitt. Kemur silence. Monkey hoppar á Stand Kingin. Þetta er bara steindauður. Já, þeir þurfu bara að beila sko. Þeir eru ekki break. Nei, hann döður. Monkey hoppar inn. Ég held Awesome að sé bara döður. Býttu nú við. Klartakti geðveikt að rýna til að berga karniðinum. Ég held að þetta sé worth, skiljuru, en ég meina svo sama skapi, þeir eru bara núna að fara að hlaupa inn í rós, hlaupa niður mitt og þú ert ekki með galdra, sko. Hérna, skannaði PvP eða? Þú vissu þeir nákvæmlega hvað þeir voru? Þeir vissu alveg hvað þeir voru. Já, en hérna, þeir hitti náttúrulega bara örinni og... Já, hann hendi fyrst sko hamrinum, þannig að hann slóði að þeir voru komin inn, svo hendi hann örinni og þeir bara átti ekki break. Þú svo poppaði ölti, samt sko. Já. Sko ef að Dúsa væri með svona 10.000 meira en þetta vörð, þá myndi ég hafa trú. Já. Einmitt. En það er spurning hvernig þið komast náttúrulega, sko. Já. Þeir þurfa einhvern veginn að finna, vera allir 5 og finna Dawnbreakerinn og change þennan og hann að besta. Já. Eins og ég sagði á hann. Þetta er rough. Þetta er, já. Það þarf alltaf að smetla, en þetta er verulega erfitt. Já. Og þeir þurfu bara að fá teamfight þar sem þeir ná einhvern veginn aðeins að komboa saman göldunum sínum og vonast til þess að PvP sé bara svona hálfsofandi og bjargi ekki vinnu sínum, sko. Já, ég held að sé líka bara svona tímapunkturinn sem að þú vonast til þess að hinnir fara að gera einhverja vitlis, eða svona fara í ruglið. Fara að klúðra einhverju miklu. Já, já. Fara að draga inn í baseið, þú veist, og þannig svona beita á aðeins. Þeir eru náttúrulega að taka öll rúnin, þeir taka XP rúnin og þeir eru með full control á mappinu. Já. Og staðurinn fyrir AHI til að farma er verulega takmarkaður. Sko, meira sem Rana er að fara diffu. Þessi Dúsa á ekki að fá að lifa af þessa teamfighta. Nei. Næstu komið BKB, það er í courier, alright. Sko, þetta er fyndið, mér finnst ekkert eitthvað svona einn leikmaður hjá PvP vera eitthvað að standa út sem er eitthvað outplayað eða eitthvað þannig. Mér finnst bara liðið vera að spila ekkert eðlilega svona vel. Nákvæmlega sem við töluðum áðan, svona meira svona cohesive, þú veist, það meira svona, þú veist, þeir vita svona meira hvað er að gera, sko. Já, já. Og hérna, mikil einbeiting í gangi. Þeir ætla að vinna hann seinni leik, sko. Þeir ætla að vinna hann seinni leik, sko. Þú voru fáralega reiður eftir leikin áðan, sko. Þú veist, ég fann það líka þegar við spilum til P2 þú veist, við unnum alveg þann leik, sko, en þú veist, þetta var ekkert, þú veist, þetta var alveg, hérna, þú veist, það var bara, þeir voru sjúklega góðir, sko. Þú veist. Já, þeir eru þjættir, sko. Já. En núna líka, þú veist, þeir eru með svo miklu meira tól bara og þetta er ekki jafn flókið og í seinasta leik. Já, mér finnst líka oft bara í, þú veist, svona mótleikjum. Þú veist, bara ef þú ert með auðvelt execution. Já, já. Þú veist, það bara, það er... Það segir mjög mikið, sko. Það er bara svo þægilegt, skilur við. Ég veit ég var að segja Doomsday við galdrakall, sko, en ég veit ekki alveg hvort hann getur galdrað út af þessu leik. Herri, býðu, finna Kuta. Hann næri ekki að BKB-a. Stjóð. En þeir eru ekki með damage-in. Kemur öll inn. Lóu er bara inni með Monkey öll í. Sand King er ennþá innviss. Og Awesome voru að flýja. Öri missar. Þeir eru ekki með detection fyrir Sand King, hann bara stendur og hlægir. Ok, og svo bara high ground, guys. Þeir eru búin að sprengja nánast öllu. Notar þetta ekki að rýna einhverju vegna. Já, en eins og þarna skilur, þú veist, þeir góa inn allir saman. En þetta er samt einhvern veginn svona einn og annar og næsti. Og þetta er ekki... Herru, Arena kemur, Klartakti fer inn. Smokey stunnar. Hvað er damage-inn? Medusa er að lemja, en hún virðist bara ekki að gera neitt skada. Já, hann sóla kannski arróan. Sus er átt af mana, nær, hann sóla hljóða að deyja. Smokey er ankisinn, hann sóla deyr. Monkey er ennþá með Aegis, en þeir kannski vilja ekki
committa. Nei, bara rólegir. Bara business as usual. Bakka bara, resetta, taka junglin, taka runes og næsta mál. Ok, en ég meina AHI halda. Voru þetta eitthvað buybacks eða? Nei, ég held ekki, sko. Þetta ekki bara frekar... Það bara, já. Gerðist svo sem ekki það mikið í þessu veit, sko. Nei. Þeir einhvern veginn committuðu ekkert eitthvað svona, 100p hjá AHI. Líka heldur ekki það P12, sko. Þetta var einhver meginn. Já, sko, þeir committuðu um öllu sem er áttu og alltaf bara svo mikið á cooldowni. Já. En þeir notuðu Marsarina, Arena. Þeir kannski voru ekki með BKB-in sinna aftur uppi. Herru, hann er komið með Axe. Já. Þessi Axe gerir súpuna betri. Já, en sko, hvað er, þú veist, bildið með þessu? Ég hef séð einhvern tímann fólk fara í, sko, Daedalus með þessu. Já, ég held að þú farið eitthvað, þú veist, þetta er eitthvað startabild, sko. Ég hef nú ekki séð, held ég, Axe Pipe. Nei. Það er... Líka svona, þú veist, aftur, þetta eru svona trækornir allavega. Alltaf Suski er alveg mikið skada, við skulum ekkert gera lítið úr því. En þetta er samt líka bara svona, þú veist, skaðin er Monkey, Dawnbreaker, Wraith, physical. Gera allir mjög mikið skaða hjá þeim. Það er allir sjúklega tanki, nema kannski þessi Kisselora. Svolítið mikil pappír, sko. Já. Samt með Mage Slayer. Já, það er að fara í fjart. Já, þetta er algjör fjarka. Ó! Hann störnur burt. Erum við Vision eða? Hvar er Húsvöldinn? Hann er á cooldowni. Stönnum apan. Ok. Kom eitt á makro. Dawnbreaker öll í, en mér sýnist AHI bara vera að beila, sko. Þeir vilja ekkert annað teamfight. Ég meina, mitt Doomsday er ekkert með þeim, sko. Þeir eru líka svona... Og finna Doomsday. Þetta hefði verið ógeðslega fínt fyrir AHI, sko. Að fá út bara BKBs og Dawnulti og eitthvað. Já, hann sloppið. Já, hann sloppið að geta kannski leita af fight, sko. Já. Á supportunum fyrst eða eitthvað að gæta hérna. Ok, hann er komið Hurricane Pike. Þetta er bara, þú veist, þeir eru í svo miklu damage vandræðum. Já. Þú veist, ok, hann er komið Hurricane Pike. En þú veist, Hurricane Pike, en þú veist, hjálpar þér að lifa af og getur forsaðu út og svona, það er flott, skilju. En þú, spjótið inn. Samking kemur. Já. Eyðu ykkur að galdra. Hann poppa BKB. Ok, nice. Mjög gott. Ok, núna bara farma. Farma. Ég ætla að segja, þú veist, Medusa þarf annað damage item, svo hún verði, þú veist. Já. Hún er ekki hættuleg, skilju. Hún er ekki hættuleg. Nei, mitt, sko. Hún þarf eitt item viðbót til að vera hættuleg. Hún er að poppa upp, að segja að það fari skadi. Já, mér veist það ekki playa hérna, en þú veist, það er gameplan. Þú veist, að vera bara allt á tanki fyrir fram á turnana. Já. Og beita fullt af spells. Já. En hérna, ég bara... Það verður erfitt að drepa þetta lið, sko. Já, ég hefði viljað bara sjá damage. Ég hefði bara viljað sjá, ég vil sjá bara crit eða eitthvað, skilju. Ég veit ekki hvort þessi Daedalus, ég veit ekki hvort að hún virki einu sinni með hérna, hvað heitir þetta, Ravenous Broods, hérna nýja magic buildinu. Já, þú þarft náttúrulega Axe með þessu öllu núna, sko. Sem er svolítið vesinni, sko. Það er gamlega hana 25 talendum. Já. Ok, góðana, hún ætlar að liða bara af. Nei, hún er að deyja, forsaði út. Ok, beita Dawnbreaker á því. Hann committar Arenanu. Samtíð fyrir inn. Geðvegt og solo stein fucking döður. Tiny er í vandræðum. Eigið eitthvað. Osmór að lemja. Tiny er döður. Já, hann er döður. Getið testa meira. Smokey er inni. Klára Sandkingin. Smokey er ennþá með damage, sko. Og hann er ennþá með Ankisinn. Og hann er rosalega manna á Osmór. Það er hann að klára hann eða. Og sjá, Nei, hann spjótar hann burt. Það er ekki stennunu. Hann flíkar inn! Mars, bjarga honum! Eitt enn! Já, þetta skætt inn! Og svo klarði þetta líka. Næsti. Hvað eru bæinn á fucking AHI maður? What the hell? Guys, þetta er karriðin ykkar. Það smókaði sig. Smókar ekki mátti Smokey. Nei! Hann kemst ekki í hann. Út með þig. Típi út. Nei, hann þar inn. Já, hann þar inn! Og BOOM! Og Smokey, hvað er armletoglið? Maður sjá þig. Nei, hann er ekki. Sturlaður. Tjóðið þetta geðveikt góð maður. Já, þetta var geggjaður Nimbus hana. Geðveikur Nimbus. Smokey hefur ætlað að tippa svo út. Pöppu fyrir askrað. Inn með þig! Og hann hefur... Já, ég fer hann inn! Drepi hann. Tjóðið þetta ruglaður. Já, þú veist.
Ok, þeir náðu þeim allavega. Já, heyri, þeir drápu Monkey, alltaf risa kill sko og Medusa að fá alveg helviti mikið farm og þetta er líka XP á supportana og hérna korna. Getur við fengið að sjá fætrikapið? Já, ok, við fengum bara þetta. Great. Þetta er allt sem gerðist. Já, þetta er allt sem gerðist í fætnum. Ég hefði samt viljað sjá AHI hérna Bæbaka. Já, ég er alveg samanlega. Um leið og Smokey er eitthvað að byrja að chasea og þú sást alveg, hann var að fara að dæfa sko. Já, einmitt. Bara, þú bara bæbakar þarna og þú bjargar dúsunniðinni sko. Einmitt. Og fá carry-killi. Færi carry-killi. Já. Já, þetta er náttúrulega númer 1 comeback svona, þú veist, í basenuðinu með support bæbakinn. Þú veist, maður sé marga leiki vera að törna það svona sko. Þannig að það er svona full slagir, kannski eftir að hafa unnið fyrsta leikinn. Já, ekki alveg nægilega vakandi sko. Maður verður einhvern veginn, þú veist, þetta er eins og að spila support í svona ótrúlega rough leik. Þá oft er bara svolítið gameplanið, herru, fáum bara high ground, ég dey, bæbaka, og veist, við bara hendum út öllu göndunum okkar, deyjum, bæjum og reynum að klára. Maður hefur séð þetta líka, þú veist, bara eins og í próleikjum. Þú veist, eins og með einhvern Ember Spirit, skilur, bara skilur eftir, þú veist, Remnant, fer inn, tankar alla galdrana, notar eftir mikið hann getur, bæjar aftur inn. Þannig að þetta er mjög valið strat sko. Já, en ég kom mér á óvart þessi fight hjá þeim sko. Já, ég held að þetta hafi sko mögulega verið hérna Sandkingin sem var að gera svona ógeðslega mikið skaða. Já, með þessum Axe. Af því þetta er náttúrulega physical hérna. Getur þú hofverið hans yfir Axið aftur? Hérna. Þetta er eitthvað fullt að bara. Þetta eru allir stingarnir og þeir eru náttúrulega physical þannig að þeir fara í gegnum BKB. En hérna. En ég meina, þú veist, Monkey er sem með 20 armor eða eitthvað. Já, ég skildi bara ekki. Já, 27 armor sko, þannig, wow, ok. Þú veist, það var komið á 20% HP bara, geðveitt hratt sko. Virkar þetta svo kristalmyndur alltaf, þú veist, það er svona bara semi-random einhvern veginn. Já, ég held það nefnilega sko. Ok, hann hefur kannski verið bara brjálæslega heppinn, bara ding, ding, ding. Já, bara komið. Já, bara sprengt hann í tællur. Já. Af því þeir voru held ég ekki sko með makró þarna. Nei, og síðan er líka náttúrulega þetta caustic sko. Það er oft lúmst sko. Þegar það springur á creeps eða eitthvað, ég veit ekki, sá kannski voru allir drengirnir hana. Já. Það getur verið líka sko. Kannski voru allir drengirnir. Allir skýrna drengirnir. Ok, en þeir fá Rósan aftur. Þetta er alveg röff samt að vera að gefa þeim Rósan sko. Ég veit að við verðum að farma á AHI og ég ber virðingu fyrir þessu playi. En á sama skapi, það er því líkt röff að vera að fá þennan Monkey inn í sig með Aegis. Já, þeir eru bara ekki með map control í það. Nei, ég veit það sko. En hversu oft hefur maður lendið í þú veist að vera að fá eitthvað Monkey upp á high ground, hann bara lappar svona high groundið, poppar ulti, stendur svona frekar langt í burtu skilji og þú eitthvað þinn, ok, hvað er ég að gera? Já, en þeir geta alveg gefið sko, þeir eru náttúrulega með alla Raxan eða það sko, þeir geta gefið Raxan núna fyrir góða fæta. Fattar það, þannig að ég held að það sé auðveldara heldur en Contestaros, því það getur verið algjört fjasko, skilur við, og tapa þeim fæt og síðan bara missur 2 Raxa fyrir ekki neitt. Já, það er alveg rétt sko. Ég respekt alveg þetta gameplan. Dúsaði hægrandinu með AOE spells. Hann er komið Axe á hérna Dawnbreakers. Diffy á Mirrorinu. Já, ég hef engan áhuga á þessu Mirrorinu buildi. Eftir þessi fyrsta 2 itema sko. Nei. Þó þetta sé besta Mirrorinu sko. Ég veit, þetta er bara hérna. Það er svona fjarkað fnikur að þessu sko. Já. Hann hefur enga ábyrgð á þessu leik. Nei, ég veit það. Ég ætla bara að hitta öðrunum og hafa gaman. Já, hann er bara hér til að hafa gaman. Hann er bara vinið sínum að spila Dota. Þetta er svona karri með engra ábyrgð. Nei, þetta er bara sunnudagur. We're doing good. Ég veit þessi leik var að spila þar í fyrir vikunni, en ég bara segja. Já. Þessi maður að skemmta sér. Já, tónta að vera á leiðinni. Og eins og on cue og tóntar hann alltaf okkur sko. Meiri afinn. Hvað get ég gert núna? Já, hérna, ég er að pussa waves. Ég er að taka þátt. Já. En ok. Og 5 sekúnda yfir. Nei. Sko, Doomsday hefur komið með hérna Axe, syndist mér. Ég held að það sé mitt bildið hans. Hann rössar Axe. Og hérna, er þetta ekki fýll Axe leikur? Þú færð náttúrulega ratið hans hjá hérna Smokey. Emitt. Monkey hann þá bara Aki carry og gerir skaða sko. Já. Það verst bara held ég að kritti hjá Dawn virkar ekki sko. Nei. En það er einmitt þessar kritt hittur sem oft eru gett næst með þessum Axe því þeir. Ég held að Mortarstrak virki ekki. Nei. Ég þorst ekki að fara með það sko. Þeir eyðilega þetta svolítið með öllum þessu cooldown
Já, þetta er orðið eitthvað svona, galdur núna. Mér líður svona eins og... Gæti virka samt, sko. Mér líður bara eins og þetta eigi ekki virka. Nei, nú er ekki viss, sko. Ég held að virka ekki. Tilfellingum við það, sko. En þetta gerir samt alveg mikinn skaða, sko. Já. Ok, við með dúsarlemja. Hvað er Monkey ást inn? Hann að koma. Arena komið niður líka. Hann forsast inn í miðuna. Pöppu fyrir deyja. Hann sólar deyja. Ok, karriðir eru lifandi. Jakiro er döður. Hverjum ekki saman? Búin að makroa. Tiny og Low eru bara að lemja. Komið dúsin út, guys! Hvað er bæið, Jakiro? Grimstrók er döður, Jakiro er döður og Dúsa er döð, ekkert buyback. Hérna kemur bæið. Sun King er í bastli. Hann er innviss. Hvað er detection? Allir supportandir eru döðir. Er ekki með bæ Nimbus á hérna Sus eða? Smokey bara objective based. Beintir axið. Ok, Radiant, ég held að vera að passa ykkur, sko. Þeir eru búin að resetta. Tiny fyrir inn. Hann vill fá bara diebacki á Jakiro. Low er inni, hann er með Aegis, honum er alveg sama. Smokey hann það með Poppa bygg á B. Þetta er svolítið sloppy hérna, hvað er að gera? Taka raxið. Og þeir eru búin að poppa bygg á BS. Þeir eru með glyph. Ég held að þið verða að bakka Radiant. Ég er að gera mig ekkert eðlilega stressaðan, sko. Ætlaði að gefa þetta bara. Já. Þetta er náttúrulega 3 kórar, sko, með Aegis. Smokey bara leið mér þetta. Og svo bakkar hann. Það er ekki chase. Nei. Það er chase. Býta aðeins. Sun King er í bastli. Já, hann er döður. Úff. Öldar aftur á Doomstave. Þetta kemur Arena. Og Makro. Hann er komið Axe. Hann er komið Axe og Makro. Þeir hljóta að deyja. Spjótar aftur inn. Geðveikt spjót. Við Smokey bara pakkaði saman Doomstave með. Við sáum það ekki. En Makro er á niðri. Það er ekkert objective, guys. Fariði út. Hann stoppar hann. Spjót. Hvað er follow-upið? Hvað er Sun King? Og við erum allir út. Ok, núna hlýtur þetta að vera búið. Hann bæja á Sun King. Guys. Já, ég sko... Hefði þeir bjargað dúsina, það verður svo ógeðslega gott. Þetta lúkkaði svo vel, sko. Já. En þeir voru eitthvað gett slakir hana á Já. supportunum. Ég veit ekki, þeir voru kannski með forstaf eða eitthvað til að bjarga henni. Ég bara vil að sjá bara instant buy á Jakiro og bara beint aftur inn og bjarga dúsininni. Bara 100p. Ég veit ekki hvort að Jakiro, fyrst hann að koma Axe, hann er örugglega ekki með forstaf. Nei, en just eitt æsbað, þeir verður kannski... Já, það er pottið bjargað henni, sko. Úff, maður, þetta var samt svo tæft að vera svo ógeðslega gott að þeir byrjaðu því, bara byrjuðu fætinn og fá geðveikt Arena, drápu Susinn, drápu með raununa, bara kórar eftir, poppu Aegis á Wraith King, en svo okkur þeir náðu þeir ekki að resetta sig út, sko. Spurning hvort þeir þurfu bara, þú veist, glimmer eða eitthvað, þeir eru aldrei með detection á þessum, á POF. Og hann verið fresher á Pöppufei. Hvað er Jakiroan og hvernig er iteminn? Já, hann er með force. Já, hann var kannski á kuldinu eða eitthvað. Hann er með force, hann hefði að buybacka, æsbata, force hann út. Já. Guys. Já. Já, þú veist, þeir eru slakir. Já, þeir eru alltaf rólegir. Sko. Já, þeir eru alltaf rólegir með bæinn sín, sko. Kraftdeildin, sko, get in. Já, úrslita leikur og knockout game. Já, þú veist, spila bara með félögunum. Já. Góður, á ég að buybacka? Dúsa? Ég get ekki, ef þetta væri... Ef þetta væri karrið minn, það var öskum fyrir bæjaðu! Brjálaður. Já, Tóti var í brjálaður líka. Tóti var í líka trilltur, sko. Ég get lofað því. Ok, við hopp inn. Fá út bygg á bíð. Makro. Komist þið út, eða? Ok, bygg á bíð fyrir Makro. Nimbus. Ok. Sko. Makro. Það er svo mikill skaði. Ég myndi persónulega ekki vilja sjá Dire fighta á þess að hafa Makro uppi, sko. Nei. Þú veist, 50 sek. Ég myndi vilja sjá smóka núna bara bráðum og... ok, þetta eru ekki eins og smóka, þetta er bara mættir. Þú veist, líka... Pældi hvað þetta er jafn leikur, eða svona virðist vera fætandi. Já, en það er 39k. 40k undir, sko. Já. Hefur bara komist úr lanes og eitthvað svona og verið að spila þetta venjulega. Já. Hvað er næsta build hjá, eða næsta item hjá Osmo, hvað er hann með eða? Hann er alltaf búinn að deyja núna tvisvar. Hann er komið crit, ok, get in.
hann er að nálgast Daedalus. Sko, ef hann fær Daedalus, þá finnst mér svona eins og hann sé byrjar að gera, þú veist, bara svona big dog damage, sko. Þú veist, þá er hann orðinn hættulegur, sko. Þú veist, hann er alveg hættulegur núna, fattur við, en þú veist, en hann er ekki, þú veist, eitthvað svona raid boss típa, sko. Það er líka virðist vera eins og þið þurfa ekki alveg damage hans. Þið þurfa bara að lifa af, sko. Já, ég veit að þið þurfa bara að lifa af, sko, því að Makro með Aegis, hann er eitthvað eftir að fá 20 talentinn, sko. Veltum fyrir mig hvort hann taki ekki bara, af því þeir eru smá í damage vandræðum. Ef hann fær 20 á Sekiro, fær hann á Makro per damage talentinn, og veist, þá er þetta alveg orðið vel hættulegt, sko. Hann er ekki með sjardinn á Sekiro sem ég veist frekar mikið grís, sko. Já, þetta er 15 mínúna sjard, bara instabæ, sko. Já, mér finnst þetta að vera basically besti sjardinn í dag, sko. Já, ég er alveg samanlega. Þetta er galinn skaði. Þú komið level 4 í orbunum með hennar sjard, þá er þetta bara, þetta er svo mikið damage, sko. Fólk líka áttar sig ekki á því. Þú fær bara eina svona ráku að þig og síðan bara þarf að byrja, guys, ég þarf að bakka, ég er 20%. Ég veit það, sko. Hann hugsa kannski að ég fæ ekki að lemja neitt, en þú veist, þeir eru svona svo mikið inn í honum, hann er alveg að fá að lemja, sko. Já, og síðan ertu náttúrulega færðu alltaf hennan attack range talent, sko. Já. Ok, hvað er Doomsday að fara í? Hann er með Axe, en ætlar hann að fara í, þú veist, ætlar hann að fara eitthvað fyrir liðið sitt, eða? Nei, hann ætlar bara refresher, alright. Þessi gæi er að fara að karja leikinn, sko. Glimmer, já, ég hefði viljað sjá aðeins öðruvísi hetjur á móti mér til að justify þetta. En hann er sérfræðingur, sko. Hann er með gráðu, ég er ekki með gráðu. Nei, ég er að segja, sko, við erum ekki að fara að gagnrýna Doomsday. Nei, það er ekki... Býtu, finna massinn, poppa BKB, hoppar út og forsaður út, vel gert Fresh Prince. Ok, já, það er eitt ágefni hjá núna að HÍ, er að support backin. Þeir eru svolítið að bíða eftir að þau komu aftur, sko. Já. Ég var jafnvel stílað að sjá það bara aðeins pressa, þú veist, að labba upp með Monkey og ulti og sjá hvað henni gera, sko. Einmitt, aðeins að leifa maður smakka á því. Já. Kannski eru þau bara að býða eftir Rósan, þú veist, það er bara að spila þetta super safe, þetta er náttúrulega elimination game, þeir vita líka kannski ekki. En þá fáðu þeir support buybackinn allir, sko, líklegast. Já. En það er svo sem alveg... Hann er komið með, wow, býða hann er með Axe á Wraith-King. Guys, er hann með Axe, bara inn með ykkur. Já, ég myndi gera það núna, bara drepa supportina og þetta er búin að vera ekki, sko. Inn með ykkur, drepa supportana og þetta er game over. Rose kominn. Sér það mínútu eftir af hérna buyback status. Með Rana komið BKB, sko. Hún er að fara inn, ég fíl þetta. Með Diffu, BKB. Þetta fílar eftir að þetta farið BKB. Sko, ef hún hefði farið í eitthvað galið að þetta, skiljur, þú veist, þess að hún hefði farið í Lotus Orb núna, þá hefði þið brjálaðið. Já, þú bara full commit. Já, þú veist, ef þú ert að gera þetta, committaði, skiljur. Ég respekta það, sko. Það hérna sýndi mér þessi hugsun á bak þetta build. Já, ef hann hérna er með meira en 20k hero damage, þá fara hann MVP. Já. Ég skal lofa þér, það verður ekki þannig. Hann er með fánan, hann getur lípað og sett niður fánan. Og lípað út aftur. Dúsa mætt, gott Mantadodge. Þetta er náttúrulega aðalega bara líka upp á hérna svona moral dæmi að Mantadodge stönn, sko. Já. Ein pæling, akkur lappar Monkeyinn ekki bara upp og ölltar. Getur líka hoppað á eitt triðan og ölltar þar og síðan fara að lemja. Hérna sjáum við Bleezy Special með Sand Kinginn, sko. Henda niður Sandstorm og fela sig. Já. Mjög öflugt. Þið eruð með allt. Let's go. Þeir eru með sem er í fresser. Já, let's go. Upp með ykkur. Bara Miranan fyrst. Herri, hún landar þessari örd. Hoppaði eftir henni, Drestan. Já, treði sokk upp í kasterna. Hverju eru við að bíða eftir? Ok, sjá alla. Arcane Room bot. Jungle Camps. Já. Sko maður, ég skil þetta alveg, það er erfitt að klára leikistundum, þú veist, það er kunst. Já, það er kunst, sko. Það er kunst að fara high ground. En mér finnst svolítið svona, þú veist, þú ert ekki beint með, þú veist, þetta eru öll tækin sem þú getur beðið til að fara high ground. Þú veist, þú þarft ekki annað verkfæri. Nei, einmitt. Sérstaklega með hann Wraith-King Axe, þú veist, þetta er líka, sama þóttu missir einhvern bara asnalega í byrjun, þá er hann út öllum spöllunum sínum og damage og
Það að láta reyna á þetta, sko. Ok, AOE 18%, það er nú eiginlega meira en ég hefði haldið, sko. Já, það er ótrúlegt með því 45%. Já, en þetta hlýtur að vera Doomsday-faktorinn. Þeir vita, einn mentað mann í þessu liði, sko. Það er doktor í hinu liðinu, sko. Já. Ok, núna er að gera þetta. Bannerinn er komið niður. Þeir eru að tikla þessa dúsu. Makrópæðir, geðveikt makró. Sand King er að deyja, apinn er bara hakkan. Annar Nimbus gefur Vision, Sand King bæjar. Dúsa er búið með öltið sinn. En þeir eru ekki að drepa þessa Nimbus og sjáu hvað Monkey alltaf í stól. Tekur allt baseið, þetta er að tala um. Og lemja byggingar. Go, 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 go. Monkey er bara að berja. Hinn er bara að chilla. Að sjálfsögðu landar þessi ör. Monkey er inni. Pressbyrðin sér döður. Góður marsveldi, náðu að klára eitthvað. Minna hann að lifir af með þessu skuggafasiti hérna. En Dúsa er að lifa, en þú veist, er hún með eitthvað damage? Maður sjá. Smokey er döður. Tiny er að deyja. Náður að klára hann. Nokkar að taka, já, hann er döður. Og hvað er Monkey? Hann er búinn að elta aftur og hann er bara að taka Milirax. Nei, hann er það. Nei. Það er típið sinn, en Monkey er sterkur, guys. Doomsday er döður líka. Hann er sterkur. Hann er svo ógeðslega takk. Oh my lord, low. Herru, hann bara... Hann saltaði þá. Þeir missa raxið og þetta eru samt 3 buyback og þetta eru samt... Þetta er ekki dieback á Sand King, eða? Jú. Jesus, maður. Já, þeir bæði allir nema Dúsan. Hann er... Þú veist... Late game Monkey með 50k gold lead, sko. Hann er alveg hættulegur. Já. Shit, maður, ok. Ég segi bara, þú veist, keyrið bara hjólið aftur, sko. Þú veist, þetta er svo... Ég held að mistökin hérna var að býða eitthvað og reyna, þú veist, taka ross og eitthvað svona drasl, bara að keyra inn síðasta raxinn. Já, bara svona no fear mentality. Já, og því að þeir náðu öllum hana fyrst, skilur, og þetta var náttúrulega bara buyback fightinn á heinum, sko. Það fór alveg vel fyrir þig, þannig að, þú veist, engin ástæða að vera býða eitthvað með þetta. Þessi Dúsa, hún er með Divine, já. Kannski ekki þá. Hún er með Divine. Kannski var planið mitt... Sko, planið virkaði alveg áðan. Það var að fá Divine. Já. Veitu, hvernig fekk hún svo Divine? Var hann að fá svo mikinn pening? Já, þau drápu náttúrulega fullt líka hana, sko. Já, en með Divine kostar 6.000 kall, sko. Já, hún er búin að vera að spara. Hún er búin að leggja inn á sparnari. Já. Framtíðarsjóð Íslandsbanka. Já, ég veit. Það er að gerast, maður. Sko, næsta item hjá Monkey hlýtur að vera bara Axið, Blessing. Hann verður basically ekkert mikið sterkari. Blessing er samtalið hefi gott á móti Dúsu, sko, sem vill bara standa og berja. Já, Monkey. Já, en þú veist, getur svona Monkey eitthvað staðið og lamið Dúsu þegar það er makró, skilur, með pure damage? Nei, þú sér alveg að hann er að deyja nokkuð svona, hann er mjög tæpur, sko, að hann fær fyrstu stakkana og byrjar að lifesteala. Já. Og hann lifesteala náttúrulega ekkert á Dúsinu. Nei. Finna Monkey, geggja makró, hvað er spjótið? Áður hann að bygga BR? Nei. Hann er að deyja, hann er að lifa, hann er að deyja, hann er döður. Hann lifir samt út af þessu helvitis Wraith King axi. Klart eftir til vandræðum. Fresh Prince er búinn að gera alla kaldari sinna áður en hann komast út. Við Dúsa er að lemja, Smokey er á henni. Ör! Geðveikur! Og hvað er Doomsday að gera? Ég get ekki hjálpa honum, hann er bara döður og reypir á jörðinni! Klart eftir að druna með bjargunum, þeir eru allir döðir. Engin buybacks. Þetta er game over. Já, GG. Sick, maður. Sturlaði leik. Wow, ok. Eins leiðilegt að þetta var eitthvað í 20 mínútur á kaflanum, þá gjörsamlega keyrðu þeir inn, maður. Sick. Já. Og þú náðu að finna hana fyrir utan baseið. Já. Og bara rústuðu fight. Líka sko, gat Marcin ekki spjóta Monkey þannig að hann ræði ekki að... Já, hann var eitthvað stönnaður hann. Já, ok, ég bara... Það gerði þetta svo mikið. Já, ég veit það, ég veit ekkert hvað stönnaður. Það líður svona eins og ef Monkeyin hefði dáið fyrr, þá hefði kannski Wraith King ekki náðu að komast nálægt honum til að vera með Axe þannig að buffið á hann, sko. Já, ég veit. Og þá hefði þessi fight kannski farið öðru í sig. En þetta var gott play hjá hérna AHI, bara fair play að reyna þetta og svara út á base og finna á. Kast. Hérna, já, 10k hero damage á roaming Karimir hana. Það er ekki MVP. Hann fær ekki MVP í þessu leik. Það er verið að grífa manninn eða, sko. En 58 dust. Já, 4 sentri, já.
contribution. PubFA að fara illa með hann í stendri kaupum, líka basically low, kaupir 3 sko, en kaupir 8 döðs, það alveg fair. Já. En, veist, MVP þessu leik, ég veit það ekki sko, veist, mér fannst bara PvF í heildsinni spila. Já, það annarkort low eða Tiny. Eða hérna Smokey sko. Já. Mér finnst Smokey standa sig heldur vel sko. Já, Smokey spilaði mjög vel sko. Mér fannst einhvern veginn low líka bara, þú veist, mér fannst hann svolítið komið sér lest af stað, þú veist, hann fekk náttúrulega last pickið sko. Já, með last pickið, hann nýtti það mjög vel. En hann nýtti það mjög vel, þú veist, hann gerði nákvæmlega svona að gera, hann fekk last pickið, hann fekk tröstið og hann sannarlega stóð undir í og bara spilaði ógeðslega vel. Og mér fannst það einhvern veginn áhugið, þeir voru svolítið ræjarna í byrjun, þú veist, þeir voru svolítið svona unlucky sko með, þú veist, þeir fengu blinki á Sand King, einmitt dó klart eftir mitt á Mars og það svona einhvern veginn var svona, oh shit, hvað er að gera núna, veist, og þeir einhvern veginn, þú veist, þeir komið blink, eins og liðið svona 7. kapli fannst það, þeir gerði ekkert annarlegt play, drápið Tiny top, en þetta var einhvern veginn ekki alveg nóg mikið til að committa, þú veist, 2 blinkum í, þeir eru svona 1 kill kannski, þannig að þeir voru svolítið opið með það sko, en ég myndi örugglega gefa, heyrðu, hvað er að gerast á skjánum mínum? En ég myndi örugglega gefa low MVP, stóð sér fárlega vel. Mér fannst líka bara þú veist, Dyer eiginlega hróskilið fyrir að standa svona í þeim, þú veist, 50k undir sko. Og veist, það Awesome spilaði líka bara mjög vel sem carryinn sko. Mér veist, liðan svona, þú veist, ekkert flame sko, með svona pínu grífan, með verið ekki að bæja meira sko og vera að hjálpa honum að það í early high ground pussanum sko. Ég hefði skipt sköpum. En annars bara velspilið á báðum liðum. Annars held ég að segja ekkert meira í okkur í bili. Við erum bara að fara að hoppa í leik 3. Ég ætla að við tökum bara smá pásu fyrst og já, svo bara sjá okkur í draftinu eftir bara svona 5-10 mínútur, bara ekki vera langt. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Jæja, velkomin tilbaka. Loka leikur, PVF, AHI. Þetta var náttúrulega svona, manni fannst þess að þetta væri svona smá stomp núna sko. Þú veist, það voru einhvern veginn yfir allan tíman, en samt, þú veist, rægir að fara inn og maður hugsa bara, þú veist, þetta elimination, þú veist, þetta alvöru leikur undir, það mikið í gangi, þú veist, það taugarnar, þú veist, maður stressaður. Já, algjörlega. Þannig að maður líka fyrirgefur það að þeir séu ekki að gera, þú veist, fullkomin plays og fullkomin, jumps og allt þetta sko. En vonandi bara fá alvöru leik 3 og vonandi verður þetta svona meira stál í stál núna. Já, ég býst ekki við öðru sko. Þetta eru 2 geggjulið, svona mikill karakter í báðum þessum liðum. Ég er bara orðin fan núna eiginlega bara eftir þessa 2 leiki sko. Já, draftið kom í gang. Aftur taka AHI út Razorinn hjá Smokey, Undying og Jakiro núna. Já, þeir banna ekki Rubiki núna. Ok, og þeir fá Rubik og þeir fá AA. Sko AA er búinn að vera eitthvað, ég veit ekki alveg af hverju, hann er búinn að vera eitthvað algjört flavor of the month og ég var að skoða patchnótin. Gleipnir. Já, er það bara málið? Það er bara gleipnir sko. Ég sá þetta fyrir patchin sko, þá var fólk að, þú veist, ég sá einhvern leik í Turbo, þar sem fólk var að rössa Bloodstone AA. Já, ok. Bara fyrir AOE og þetta gerir náttúrulega ekki neitt annað. Nei. Og ég var eitthvað, wow, þetta er eitthvað. Þetta er spicy, þetta er cook sko. Já. Og síðan náttúrulega fer Gleipnirinn inn í þennan patch. Og þetta er bara orðið svo geggjaður support-item sko. Já. Þú veist, bara þetta AOE, þú veist, þetta er svo lúmst á hetjur eins og AA og ET. Það sem bara, þú veist, þessi litlu galdrar verða allt í hennu aðeins stærri, það er ekki hægt að dodga á. Og þetta bara breytir hetjunum algjörlega. Já. Mér finnst líka bara, þú veist, AA, þetta er svona, þú veist, þetta er búið að vera svolítið svona, finnst mér svona smá, þú veist, tanki meta, þú veist, það eru svona stórar hetjur, tanki hetjur. Og mér finnst það einhvern veginn eins og ef þú tapar leik, en ef þú ert með AA, þú átt alltaf undankomuleið, þú getur alltaf börstað hinn sko. Og þannig AHI, fá AA, ég held hann sem er sko 54% vinnur á Pro-Dota, þannig að þetta er, allan að samkvæmt bókinni, þá er AHI með draft advantage núna. Já. En sákvæmlega responda, taka Rubikinn og Shamaninn. Ok. Já, ok. Shaman er náttúrulega, þetta er, hann er spicy sko. Hann er spicy, en ég fíla ekki alveg, eða þú veist, þessir 2 supportar eru nice sko, en mér finnst þetta bara aðeins á early því að þau getur pikkað alla kora sem eru þægilegar á móti svona þessum single target hetjum. Já, ég skilji. Spurning hvort þið takið, þú veist, eitthvað svo slall. Já, ég líka, þú veist, þetta er ekki hetjur sem hjálpa á móti AA sko, carryinu. Nei. Ég vona að við fáum að sjá eitthvað svona, nei, við fáum örugglega ekki að sjá eitthvað svona skrítið. Ég sá eitthvað gali myndband af Shaman með Axe, Centaur með Axe, hoppar á kerruna, hann er að Centaur og hann er bara hlaupið hringi að blasta á allan niður. Ég veit, hann er spicy sko. En ok, taka Night Stalkerinn, ég fílar þetta mjög mikið Night Stalker á móti AA, á móti Maiden. Þetta bara svona, gefur allt visionið, finnur og bara drepur þá. Þetta er líka hetja sem þarf ekkert support frá supportunum sko. Nei, og hún líka svona einhvern veginn, veist, ég hata að spila á móti Night Stalker. Ég man, þú veist, þess að þeir eru að spila um þetta ykkur, ég vil eiginlega alltaf banna Night Stalker, að þú ert alltaf að peka svo ógeðslega hetju sko. Og ég hata hana sko, af því að þú veist, það er bara leikurinn minn, hann er bara svo skrítinn. Þú verður ekkert almennilega hvernig hann spila þennan leik af því það skiptir ekki máli hvað position út með, þú ert alltaf fundinn. Já, algjörlega. Og á móti svona hjálparlausum supportum eins og Maiden og AA er þetta rosa fínt sko. Já. En þú veist, málið er, eitt með þetta Night Stalker pick er að hann hatar þegar korarnir hjálpa supportunum. Sem að Dawnbreaker svo sannarlega gerir. Já. Og þeir pikka... Ok, Ursa, Smokey, sko, já. Smokey Special, I like it. Þetta er nice, þetta er svona nokkuð mobile hetja. Þessar 2 hetjur líka finnst mér spila svolítið vel saman sko, Ursa og Night Stalker, svona hlaupa á þau hetjur, þú veist, bara gera hellingsskaða og Ursa líka, þú veist, þú vilt spila Ursu með vision, þú vilt hafa helst vision advantage, þú vilt geta fundið þessar squishy hetjur eða squishy core, skiljur, og sprengja. Já. Aftur, ég held að Dawnbreaker sé ekki alveg nóg til að mitigata Ursa burstið sko. Nei, alls ekki sko, en það sem er óþægilegt fyrir Össu í þessum leik er að, þú veist, þú jumpar inn
og þú farð AA ulti og Dawnbreaker ulti í smettið. Í grímuna, já. Sem er alltaf lagi, þú veist, ef hann er að reytsa þér og þetta er stutt og eitthvað svona dót. Þannig að mér finnst þetta svona einn af betri valkostunum sem carry, þannig að ég svona fíla þetta. Já, sjáu þetta. Þú veist, ég er að segja það sko, þetta er galið, þetta heitirlega leitt sko, en þetta er eitthvað sko, ég er að segja það, þá eftir að þýrkraft þetta eitthvað sko, en þetta er geðið. Sjáttu sjáman Axin. Já, ég hef prófað hann smá. Þú veist, þetta er alveg skaði sko. Já. Og líka þetta er alveg ágætis AOE á þessum eldingum sko. En ok, PvF, þeir banna með dúsinu núna, þeir banna aftur Doomstave hérna Disruptorinn, en þú veist, það er bara AA í staðinn. Já, þú veist, þeir gera það í byrjun, eða ekki? Já, gera það í byrjun. Já, ég veit. Spurning hvað við fáum frá AHI. Ég veit ekki, þú veist, ég veit ekki hvað þú vilt spila á móti Ursu og Nightstalker, þú veist, viltu bara spila eitthvað eins og, þú veist, vilt kannski ekki Puck, Nightstalker Silence er náttúrulega óþjólandi, sko. Er Abaddon eitthvað grillað en það? Ég fíla Abaddon, og því að hann bjargar, ok, Axe, ok. Og þannig að Caridon, eða Er það Mid-Dawn, eða er það Mid-Axe? Offlane, eitthvað. Banna Monkey allan að þannig er mjög líklega offlane Axe, skilur. En eru þeir ekki svolítið Nei, er ekki, þú veist, ef við banna Monkeyn, er þetta ekki þá frekar Mid-Axe eða eitthvað slag, fattar þau? Já. Og þeir eru þegar með örsuna og þeir myndu ekki pikka þér Axe inn í örsu á offlaneinu, ég held ekki. Ég er alveg tindur, sko. En þeir geta svo sem líka alveg hreyft, sko, Nightstalkerinn sinna aðeins til. Já, ertu að minna að setja hann mid? Þú veist, þeir geta alveg sett hann mid, sko. Þú veist, Nightstalker mid finnst mér alveg vera svolítið gott, sko, þetta er svona þetta sem ekki tempo heitja. Þú veist, ef hún fær snemma 6, hún getur algjörlega tekið yfir leikinn, sko, en hérna sama skapi, þú veist, mér finnst þetta er meitin líka svo heitja, þú veist, já, hún er ógeðslega squishy, hún er ógeðslega susceptible fyrir einhverjum heitum sem Nightstalker, en á saman tíma ef að Nightstalkerinn góar hann ekki og er að góða þú veist kóriðin, þá er meitin einn sem ógeðslega leiðileg heitjum sem að, þú veist, er að stoppa þig, er að slóa þig og hérna Ég held að meitin sé nefnilega alveg, þú veist, ágæt á móti Nightstalker, sko. Já. Svo líka bara svona, ok, banna lifestealer. TB. Þeir halda pottet þessi Axe mid. Já, þeir halda allavega carryinn eftir, sem er örugglega gott gisk. En ég er svona, þeir gætu náttúrulega bara að setja eitthvað sem er gott á móti Ursu og haft Caridon. Það er sumir sem er ekkert rosa hrifnir af þessu Caridon, en mér finnst þetta geggjuð carry hetja. Já, þú veist, ég hef séð þið farið Echo Saber á Tempest og, skiljur við. Já, það er náttúrulega aðeins meira rugl heldur en þetta er Dawnbreaker. Caridon, því að hún meikar allavega einhvern sens, skiljur við. Já, ég skil. Já. Sko, ég hugsaði bara núna, þú veist, þegar ég sé line-upi á P2 þá ég er bara svona, ok, ég myndi vilja fá Puck mid, þú veist, ég myndi að fá eitthvað Cats, eitthvað sem enablar Ursu og enablar Nightstalker bara hlaupa á niður, þú veist. Já, meitt. Þú gæti líka tekið eins og eitthvað þessu spiritum, þú veist, kannski þá frekar Storm Spirit eða hérna, eða Void Spirit, þú veist, eitthvað svona sem fer inn, þú veist, er að búið til usla með Nightstalkernum og leyfur Ursu svolítið að hoppa inn eftir. Banna Queen of Pain. Og peka Troll. Hvað draft er ég að horfa á? Troll Warlord. Þannig að þetta er vantilega Axe mid, Dawnbreaker off og Trölli. Já, ég held að sé hann, sko. Og sko, M1. Finnst þið Troll eitthvað sérstaklega góður móti þessum supporterum? Þú veist, þú getur hexið á hérna Shaman. Þú veist, þú getur hexað inn í Silence, þannig að Troll fari ekki að ölta. M1. Já, ég held að sé að, sko, það sem ég fílaði að hafa í draftið er að, þú veist, þetta er allt kóra sem hjálpa supportunum á móti Nightstalker. Já. Þetta er allt kóra sem geta að fara inn, þú veist, blind, call, ulti hjá Dawn, þú veist, heal. Þannig að ég held að ef þeir halda supportunum á lífi þá ætti þetta að vera ágætt, sko. En ég veit, þú veist, þeir geta alveg bara choppa niður hennar Troll. Já. En þú veist, það er líka örugglega fínn á móti Nightstalker því hann er eiginlega bara lemur, þú veist, það er hans leining. Já. Velti fyrir mig bara svona hvað er, þú veist,
eins og núna, þú veist, ok, með trollamótir, viltu þá puck? Ég held það sko, þú veist, ég held að það væri alveg til í Já, puck væri ekki að gera eitthvað puck sem er að valda usla sko. Þú veist, þetta virðist vera svolítið svona, þeir eru svolítið að fara að vera með vesen þarna í P12 sko. Já, einhver sem getur hjálpa Nightstalker að, þú veist, kötta niður fólk sko. Tinker, já, ok, býttu aðeins. Ok. Sko, alltaf blendið með laser er gott sko, og þetta er skaði. Já. Og þú veist, spilar mjög vel með öllu þessu visioni sem Nightstalker gefur. Þetta hins vegar ekkert lockdown, ekki nema þú veist eftir kannski 40 mínútur. Nei, en þeir pikkuðu náttúrulega svona smá lockdown supporta sko. Já. Þannig að þeir eru bara að reiða það. En þú þarft að fá blinkið á shamaninn, þú veist, til að geta komplementast stalkernum og... Já, og þeir fá það yfirleitt frekar fljótt sko. Já, ok. Finnst mér oft, þessi shamanar sko. Hvort drafti finnst þið betra? Þessi Tinker heiti ég náttúrulega rosalega. Ég bara hef ekki séð low spila Tinker, en hann, eins og ég sagði, mér finnst hann vera búin að vera ógeðslega góður. Hann svona alveg þessi klassíski midspilar sem með allar þessar helstu, þú veist, midhittur í puttunum. Já. Ég bara... Ég veit ekki, mér finnst þetta að vanta smá teamfight aftur. Er það ekki? Jú. En þú veist, það vantar smá svona, þú veist, það vantar þetta Marsarina, skilur við. Þú veist, puckvöldin, eitthvað þannig. En mér finnst stundum þegar ég að spila með eitthvað svona Nightstalker og ég kannski með Ursu, þú veist, mögulega náður bara að hlaupa yfir leikinn. Já. Það getur alveg klárlega gert og þú veist, einhver snowball frá Tinker og eitthvað, hérna hetja sem er snowball alveg rosalega, sko. En líka, þú veist, Axe á móti Nightstalker, af því þú veist, ef þú ert komið með silence uppi og Axe getur alveg ekkert blinka á þig og calla þig, nema sem er B.O.B. Nei. Þetta alveg frekar rough ask að segja, þú veist, herri, Axe, þú ert að fá blink, blade mail, BKB, þá getur við að fara að countera Nightstalkerinn. Já. En svo sama skapið þá maður svona, hvert leikurinn komin þangað, þú veist, á þeim tímabili. Þú veist, PvF búinn að ná að gera nægilega mikið. En ok, þeir smókilega leitt. Ég með Orb of Venom, Doomstave Já, þetta hann einhvern veginn að nörda sko. Ég fíla þetta sko, þetta svo gott með hana einu, þú veist, mikið harass. Sýnist þeir ætla að reyna að stelast í rúnið þeirra. Og þeir smóka núna? Já, P12 tóka mjög late smoke. Þeir ætla, hvert þeir að fara? Þeir að lesa þessu upp? Nei, þeir ætla bara að fara inn. Ég myndi alveg segja að þeir væri samt alveg weak sko. 30 seconds to battle. Þú veist, Daystalker eitthvað, Tinker. Já. Þeir náttúrulega, ef þeir finna einhvern eitt sko. Ég held að þeir vilja ekki laupa það allavega 5 samt sko. Sko, Klardiadekt að spila... Já, ég finna Wardera, næs maður. Sko, Klardiadekt að spila Dawnbreakerinn. Og hérna... Ég ætla væntanlega að fara mitt eða eitthvað. Ekki Klardiadekt, hann var mitt á hann á Marsinu, sko. Já, einmitt. Jú, líklega. Já, þetta áhugavert þá... Þeir að swappa lanes? Nei, þeir eru bara að setja Axinn á móti Ursu. Þeir ætla bara að gera það. Hafði ég rangt verið með pickordinu? Mér finnst það alveg áhugavert svona að picka Axinn í Ursu. Kannski er ég í ruglunu. Ég held að megi alveg gagnrýna þetta. Ég held að það sé bara alveg í spilunum, sko. Og bara búinn að skilla spinni. Hann ætlar að spinna hann, sko. Ok. Ok, Peppa kemur hérna. Mér finnst líka oft röff að vera hérna 5 shaman sko, en hérna sjáðu Doomstave. Já, það er röff sko. En mér finnst þetta geggjað með svona hetjum eins og Jugga og Ursu, þar sem að, þú veist, þeir drepa Axli, skilur, og að leitast eftir að drepa offlanerinn. Mér sýnist Doomstave svolítið fá að vera samt bara svona kongur í sinni ríki á þessu leini sko. Já. Þangað til kannski í level 2, en spurning hvort að Smokey fari í kúið, þú veist, fari í jumpið eða fari í hérna overpower til að bursta hennan eigið þegar hann stígur á landu. Já, einmitt. Ég myndi bara taka, þú veist, einmitt, 2-vaff og E á Ursu bara og reyna að drepa. Mér sýnist hann alveg... Þegar hann með náttúrulega Hex og hérna... Shaklið. Sjáuð damage-inn að þér. Pæfið að heala sig upp. Já. Æ, þetta er samt, þú vilt, þetta gerist á sama tíma. Ói! Hann er döður! Eitt smoke! Nei! Eitt smoke í dans. Eitt spinn. Þetta er greinilega bara Axe counterar Ursu. Ég veit ekki neitt. Nei.
Þunglind myndur spila ógeðslega vel. Já, bara og EA líka sko. Já, EA var náttúrulega að setja þetta upp. Hann er bara búinn að taka niður í allt tapið sko. Sheesh maður. Smokey, við verðum að fá þig til að spila betur á þessu leini núna. Gerum þetta ekki aftur. Fresh Prince að stakka. Hann solo ekki að kontesta púlið. Hann hins vegar að losa sitt púl. Og Osmo spila bara þvílíkt aggressífur á móti þessu Nightstalker, alveg sama. Var ekki verið að nerfa eitthvað hérna regioni hjá Nightstalker í byrjun? Við minnið það. Jú. Gott deny á Archer. Osmo out of mana sko. Já. Þetta má þetta til sko með troll bara. Mér finnst þetta einhvern veginn í hvert einskipt sem spila Maiden. Ég er alltaf að hugsa skilur, þú veist, hvenar á ég að pikka eða hvenar á ég að taka oruna. Gera ég level 2, gera ég level 3, gera ég level 4. Fresh Prince, hann er low. Tiny hleypur inn, fristir hann, eitt attack. Eigum við grensu? Hann hleypur hann bara niður. Æja, hann dör. En þeir fá, fá púlið. Það er kannski bara fínt, þá geta það reynt að eðalega. Já, fara maður bara. Já, ég... Sjá... Sko, last advice, þá stendur Tiny sér best. Já. Axel líka gengur rosalega vel. Smokey er í smá bastli eftir hann fyrst að dauða. Það er eitthvað svo erfitt að lenda undir í svona leini, sko. Já, ég held að þeir alveg eru ennþá. Geta alveg dreipað hann, sko. Já. Það er kannski bara alveg 3, þú veist, það var með 0, 1, 2 og halda hann. Já. Og Low líka gengur bara mjög vel mitt. Klart að þetta er í eðlilega kannski, í smá bastli, hann var þetta veif inni, sko. Gert Low. Ég er að segja þessi gæi er góður, sko. Þú veist, hann er nörd. Og við í nördafélaginu elskum nörda, sko. Samt sko, Dawnbreaker er samt með það mikið, þú veist, bara damage og regen. Á hann ekki að geta staðið bara svona semi í þessu leini, eða? Jú, ég held að hann sé líka bara að leita á sex og hjálpa sidelines. Góða þunglindamun. Er Smokey með kúið? Nei, hann tók 2 aðdáðið. Ég held að sé alveg fair play að gera það, sko. Já, ég held að maður gerir það með saman, sko. Ég held að hann er ekki með boot. Nei, en Axel með boot, sko. Já, einmitt. Það er svona... Þannig ekki. Já. Dóts, sko. Já, og svo er hann líka náttúrulega með þannig að EA til að slóa fyrir sig, sko. Einmitt. Hvernig myndir þú skilla EA? Myndir þú fara í kúið, eða? Já. Ég held að það sé neitt, sko. Ok, sló Puppefey. Smokey fyrir inn. Hann er ekki mynd sló með sér. Chase henni upp stöð. Já, nær honum. Nice. Svo bara, húragur. Já, þá getur myndir þar að passi. Smokey, farið í farmið. What the hell? En þetta er líka cool, þetta er bara svona mental damage finnst mér, sko. Að vera að segja hann bara að dröta sig út á leinunni sín. Já, þetta ánáttúrulega að vera svona, sko. Já. Axa að geta að vera... Nei, þarna er leini sem voru á bíð eftir, en kannski bara level 1 er hann svona susceptible, sko. Já, mitt. Eru Low í vandræðum? Nei, hann lifir. Nú komið dagur, það lagga allir. Já, líka við. Og nær honum, hann döður. Já, hann döður. Og hann solotir bot. Osmo á törlinu. Hann var aðeins að minimaxa og mikið þarna, sko. Já. Já, það er bara að hlaupa niður, eða ekki? Já, það er erfitt að hlaupa frá og grensa hjá Maiden, sko. Og eitthvað rút. Hann er ekki með stun, sko. Já. Og Axel lítur að deyja yfir þetta. Já, það er þessi. Já, hann er leini sem við vorum býð eftir. En hann er samt komið með fullt að lastitum, sko. Já, hann er komið helviti mikið, sko. Hann er mjög sáttur með hvernig þetta lein fór hann í byrjun. Og Low fær rúnið. Rekjan, það er kannski... En samt þess að núna, þú veist, það ætti alveg að vera frekar erfitt fyrir hann að fara í þetta lein aftur þegar þú sér að EA er búinn að smóka burt, sko. Já. Þeir eru með Donald núna, sko, þannig að þeir geta snúið. Já, fair. Þeir eru að stefna á Tinkerinn. En núna er hann komið, hann er eiginlega bara að nota Rekinni í út. Já, bara taka svo langan tíma líka, sko. Þeir eru típið topp núna.
báðir. Já. Skemmtilega rotations. Einmitt, ég held að þeir ætla bara að reyna að beita þetta eitthvað. Beita hennar Axe, sko. Já, Purple Faye að hugsa rúnið, sko. Já, það er bara... Við erum Ward að býða eftir honum. Nei, ekki fara, gaur. Við erum ekki... Allir miss. Axe sýnir sig. Já, núna er nefnilega Dagur, sko. Tröll þar enga hjálp. Hann getur bara að chilla, ok? Gott call. Backup er á leiðinni. Já. En deyr hann ekki bara á hann á kemur. Ég hann ekki með röftin. Hann drefur hann. Hann er alveg að deyja. Eitt attack. Nei, hann leiði af. Purple Faye döður. Já, þessi, hérna, þetta hex gerir ekki til þig. Já, þetta er svolítið, þeir voru bara setið upp, sko. Þetta var ansi vel gert hjá þeim. Þú veist, eina gagnrýnin, þetta tók heldur langa tíma. Já, þetta var svona, en þeir voru hræddir um þetta út. Já, þeir voru það, sko. Maður er náttúrulega oft brennt sig á því áður, sko. Já, en hérna, úrstæðanleika er ekki komin í 6, sko. Getur ekki tankað svona Axe-call, sko. Nei, mitt. Hann er líka bara alltaf mikið levelað sem Axe, finnst mér, sko. Já. Ok. Öltar á Tiny. Shaman er að gunna inn. Hann getur ekki lamið. Hann svo hraðar á sig kannski á Tiny. Já. Úff. Ói, fyrsta næstur að görtir í vasku. Já. Það er dýrt, maður. Þetta er mjög dýrt. Spurði hann hefur bara að hlaupa inn í turninu eftir hann til að fá okkur rotations, en herri, Tinker komið blink. Já. Er þetta buildið, bara bottulinni blink? Ég held að fólk fer yfirleitt í kæðu fyrst. Fresh Prince Day fyrir þetta. Já. Ok. Nice. Veist, hann gerir ekkert á nátunni, en síðan tekur hann bara daginn, ég get alveg líka. Skil. Bara lamið rólega, sko. Já. Líka alveg röffa. Þeir smók, hvað? Já, þeir ætla greinilega að pressa þetta toplane, sko. Þeir kannski haldar þessu stakkar. Já, síndist það, sko. Og því að Hitmaker ekki sens. Nei, þeir eru jafn hissa á við, held ég, sko. Já. Doomsday er náttúrulega... Hann var alltaf missing ógeðslega lengi. Já, meitt. Þeir heldur örugglega að hann væri hérna... Hann er þekktur stakkari, hann Doomsday, sko. Já. Við Smokey finnur Axinn. En hann fer út með allt liða bak sér og hann beita hann. Náttúrulega L5 á þessu rössu. Nei, hann 6. Já, inn með ykkur. Inn með Smokey. Og hvað er spenni hjá Rúbið? Axel hlaupa, þetta kostar tíma. Hvar? Ok, ná hann. Það ná hann maður það. Jájá. Sko. Þetta er svo fokkinn dýrt líka. Góð málið þetta er flott kill og allt það, en þetta kostar svo mikið tíma. Já. Tröll er að farma, pressa turnið inn. Það er heilt wave bot að fara í vaskinn. Midlanið, þú veist. Dawnbreaker að fá að farma. Hvort er örugglega með öltið svona kúldan, en hann er komin upp núna. Það veist. Fínt rotation þannig, en þetta svona helvíti hægt að gerast, sko. Fannst bara svo Smokey að þetta bara fara inn í Axinn hana, þú veist, allt með þessu baki hann, að bara fara inn í hann strax og bara ölta og tanka galdra, sko. Ég er ekki komin í 6, þannig að það er raunin engin hætta, sko. Nei, mitt. Nú fáum við líka kannski sjá úr hverju þessi Tinker er gerður. Já, ég er spenntur, sko. Klara þetta gerir vel, dewarda mid. Ok. Sko, þið þurfum að fá 6 á supportana sína. Veist, hvað viltu stela þessu Rubik? Þú vilt náttúrulega helst stela EILT, en það er kannski svona semi-ekki feasible, sko. Já. Góða Rubikinn, ég held hans bara döður, ég held að hlaupa bara niður. Býtu, Tiny öltar. Getur við gert eitthvað eða? Shaman er kominn. Tiny, nei, hérna, Tinker er kominn inn líka. Awesome, þetta grínast það. Já, öltar. Er Purple Faye ekki bara döður, eða? Hann verður að... Já. Og er eitthvað meira það? Klart þetta er náttúrulega freka sterkur, sko. Tinker, ok, hann sprengir hann, vel gert. Er eitthvað meira það? Sko, Dawnbreaker er svolítið mikið inni, sko. Geta þær ekki bara hlupað niður. Hann er svona tanki. Axel er komin inn. Finnur hann á? Nei! Hann mistar honum. Býtur hann með þetta? Nei, hérna, Dawnbreaker alltaf. Mistar öltinum. Tiny er í basli. Og Lóa er að fara út. Ok, frekar sloppy svona heilt yfir. Já. Ekkert en að þið, þú veist, enginn er komið með blinki sitt. Enginn er komið með. Nei. Þú veist, þannig að það er ógeðslega erfitt að landa einhverju koli. Þú veist, það er ógeðslega erfitt að landa einhverju Rubik og stólnum ölti. Já. En fólk er að mæta. Já, fólk er að mæta til leiks. Fíla. Það er líka vantar svolítið 6 á CM og EA, sko. Þegar þeir eru komið 6, þá er hvernig verða auðveldara fyrir þá til að drepa, sko.
bara frýs inn í það degja allir inn í yfirblað sko. Já, klart þetta fyrir frá mitt að farma, Tinker fyrir bara mitt að farma. 12 mínútur Rune að koma upp. Já, hann samt alveg með timings af þessum Tinker. Já, hann komið með Kaja sko. Og verðist bara að vera sáttur með það. Klarti fær Dawnbreaker fær Rune. Trölli komin upp. Og hann er að fá Blade Mail á hérna Axe, en er ekki alveg smá langt í blinkið hans? Jú, það er svona aðeins lengra en ég hefði haldið. Með að kannski gekk hann ekki sér fyrir topp og ég held. Já, þetta er samt alveg held ég. Ok, já, þetta er kannski þannig. Mér finnst þið bara að koma heldur vel út úr þessu leining, sko. Já, með að þetta var úrsulein. Já, ég held að svona vanalega átti að vera með 3 eitthvað. 3,5 K-network eitthvað. Tiny bara að fara í Echo-serverinn. Já. Alltaf eðlilegt þar. Þú veist, það er nótt. Ég myndi vilja sjá PvP reyna að vera svolítið aggressífa með nóttina, sko. Já, ég veit það. Squishy supporterar. Þeir eru svona postýra þannig, sko. Já. En hérna... Tiny er farin baka turnin, sko. Pítur var það opsað á bakvið. What the hell? Aldrei séð þetta á þér. Hvað? Er þetta ekki eitthvað misplay eða? Já, þessi gerir ekki mikið. Smá gríf og kasta þetta. Benda á mistök. Til þess er ég. Það er snákaturnin bara... Ok, þetta er snákaturnin. Það er mikilvægt að ná þessum turn. Úrsnæði bara farma. Hann er bara að klára battlefjörðu sitt. Sem hann er örugglega ekki komið með. Nei, hann er svolítið í það ennþá. Já, eru ekki báðir svolítið að bara bjöta því? Ekki trolla að fara í battlefjörðu líka? Jú, hann er farið bara, hann er aðeins á undan. Já. Hann er nefnilega aðeins á undan. Býttu nú við, var þetta Dawnbreaker alltaf í topp? Ok, klar þetta er nördi, setur hlutin í backpack, fíla það. Og bara pressa, hann er komin í 11, hann er langsterkast að hitta á mappinu. Kannski með þessum Tinker sko, en svo samanskap er bara hann er svo ekki HP, hann er með svo mikið damage. Fresh Prince gerir vel. Þetta Rune. Já, ég held að P2 alltaf sé ekkert, þeir eru ekkert að pæla Rúnunum. Nei. Sko þeir fengu turnin bot, það er næs. Þeir eru að fá smá innspýtingu. Þeir eru low, ansi framalega núna. Það er ekkert blink á axinu alltaf, veit það. Og við ná honum. Ok, hann er með Eon. Er eitthvað meira eða? Hann er að deyja. Er þetta laser eða? Er eitthvað annað? Hann er svo low! Ok, hann bara lifir einhvern veginn. Tiny kemur á hliðinni. Allir smókaðir. Já, er þetta ekki röff að fara inn hana? Getið hlupið niður hann að þessa séum. Vítu, hann ölltar. Gott blast. Klippar Tiny, sko. Það er einhvern veginn samt ekkert að gerast. Allir svo hrættir. Þetta er algjör, þú finnur bara hvað þetta er mikið stress í öllum. Já. Það er bara svo mikið, þetta er bara elimination game. Það ætlar enginn að mistiga sig og fá pollin á sig. Það vill enginn mistiga sig. Allir hrættir. En ekki klart þetta. Hann er farin inn. Hann greip hann! Er eitthvað rotation? Hvað er Tinkerinn? Hvað er Tinkerinn? Nei, hann ölltar! Fresh Prince fyrir inn. Tinker kemur inn. Já, og svo skjöldurinn. Það gleymir ég oft sko, þú stóttu sért að spila core Tinker, þessi skjöldur, hann er svo pirrandi sko. Já. Og mér sýnst það með Battlefury á leiðin til sín hjá Trölla. Það er heldur næs. Og Úrsaði líka alveg, þeir eru bara basically jafnir með Battlefury timingin sinn. En ég veit ekki hvort það sé einhverju stakkar fyrir Úrsu eða Trölla sko. Farðu heim, Peppa Fett. Já. Hann ætlar eitthvað að gera sko, ég veit. Að verja snákana. Hvað er það að gera, Gaur? Farðu heim að hýla. Nei! Hann er að... Ó nei! Peppa Fey! Já, þú veist, hann var að biðja þetta. Já. Hann stendur í vision í 20 mínútur. Þetta var annað blasti sem hann fekk á sig sko. Já, þetta er galið sko. Ég meina, Doomstave, hann lætur ekki bjóða sér byrginn svona sko. Ok, þú veist, það eru nokkra mínútur í nighttime, þannig að þú veist, ef ég væri P2 alltaf, ég myndi bara svolítið vilja, þú veist, ok, slaka á tempóinu, fáum Battlefury úrsinn okkar, förmum aðeins, förum svo að hreyfa okkur.
Já. En þeir eru að taka turnin. Shaman er að típja, Rúbik er að típja. Æ, hann er aðeins og... Hann er ekki að gera neitt. Gott ból. Og ekkert blink. Og þeir hlaupa út. Mér finnst þeir átt ekki að geta hlaupið út þarna. Nei, einmitt. En Ursa er komið balli fyrir. Ég held að hann hefði verið visionaður smá á trjánum, sko. Hann fekk ekki alveg vision, sko. Nei, einmitt. Það er örugglega það var eitthvað skrítið. Hann var líka örugglega bara að nota snákana sinni í svona move, sko. Já. Hann er allavega komin á. Og þeir taka Tormi. Ekki? Já, hann spónar alltaf hinum með núna. Já. Nei, býtið, þeir eru ekki fyrir Tormi. Nei, þeir eru að fara tröllagang. Lúka vel. Finnir tröll eitthvað á sér, eða? Sjá hann. Hann er búinn að breyka smóki. Inn með þig. Nei, ég hexaði fyrst, gaur! Býtið, hann hleypir bara, og hann hleypir okkur hraðar en þeir. Shit. Og þeir hlaup út. Þeir fá ekki Tormi, þeir fá ekki trölla. Og þeir eyða á ördónu sínum. Aðri snákar. Úff, og hann farmar á. Í vaskinn. Damn, rough one. Og næsturokkur, úff. Og næsturokkur held ég. Vá, ef ég væri AHI, þá væri ég skelli hlæðandi núna, sko. Já, þetta er unfortunate. Já, þetta var sárt, maður. Hann var ansi brattur og halda hann geti fengið wardtrapið þarna, maður. Já. Það var hérna... Klórum er hausnum með þessu. Hann var með hexrange, sýndist mér, sko. Ég held að hann hljóti bara að hafa, þú veist, hexað og 1 á R og þetta hafi einhvern veginn... Já, getur verið eitthvað þannig, sko. Já, er þetta ekki basically sama EOE, eða? Ég held að misti nefnilega Kastanitsi út af því að hann kastaði snákan. Já, gera það, sko. Þetta er líka svona, þú veist... Þetta er svona klassísk, sko, þú veist, þeir eru átt að grýta þig, sko. Þú veist, þú ferði einhvern, hey, what the hell? Doomsday að fá sekt hérna frá móðstjórn. Þetta er svo klassísk, sko, þú veist, hugsaður, já, ég snáka, svo hexaði, þá fæ ég meiri damage, skilur eitthvað svona dæmi. En þú átt bara hexan og liðið þitt er að fara að drepa, þú veist, þeir eru allir mættir. Kannski, þú veist, fór hann á bak við tríð eða eitthvað. Sammála hans og sóla þarna, bannan á cheat codes. Sýnist þeir, dó ekki turnin eða? Jú. Sko, Smokey er að halda ykkur átsfarmi, en Trölli virðist vera að fara svolítið vel fram úr honum. Þetta er líka svolítið svona erfitt stundið þegar þú ert að spila eitthvað svona carry, eins og með Tinker síðan. Þú veist að Tinker sókar svo ógeðslega mikið farm. Já. Hann tekur einhvern veginn allt junglið. Já, þetta er sama með Prophet, sko. Þetta er sama með Prophet, skiljið. Þú ert svolítið að suffera með það, sko. En þess vegna velti ég fyrir mér, þú veist, geta þær ekki reynt að spila kannski meira á bot-side á mappinu, þú veist, með hérna Ursunni. Láta hann að farma þar og Tinker svolítið tegur bara leinin. Herru, grípa Tinker. Eiblast að koma. Er að hitta hann eða? Hann stundur skjöldin á sig. Típast líka rugg. Ég held að það sé bara döður. Er eitthvað rotation. Smokey kemur inn. Nei, geðveikur shard. Fresh Prince. Smokey öltar. Hann er bara að hlaupa. Hann er bara afturfótunum. Hann tekinn inn. Hann solo kemur inn. Hann deyr. Já, hann deyr. En hvað er restin af liðinu? Hvað er Shaman? Hvað var Nightstalker? Hvað dó Nightstalker? Dó hann bara á trölla? Er glad? Æjæjæjæjæj. Já, þetta er ekki gott, sko. Rosa gott rotation í áhugi. Grípa hérna Tinkerinn. Já. Já, herru, Trölli bara æðir í hann. Er hann eitthvað bilaður eða? Hann var örugglega að horfa mitt. Það lukkar... Nei, hann öltar líka. Nei, hann öltaði líka. Og hann rúktar hann. Úff, maður. Rough one fyrir Tiny. Ok. Sko, eins og núna, þú veist, P2 alltaf. Þú veist, þeir eru klárlega með galdrana og damage-in til að taka bara yfir á leik. En minnstu bara vera svona, það bara svona vantar einhvern veginn svona aðeins upp á, sko. Já. Bara svona upp á executionið. Algjörlega, sko. Þú veist, taka ekki Tormi inn, fóru frekar trollkillið, missa, þetta er svona frekar mikil óöfni, sko. Já. Og er ekki Tormi ennþá lifandi, er hann ekki komið bot? Mér sýnist AHI myndi vera með augun á hann, sko. Það er enginn búinn að warda hann, þeir eru farnir inn. Þeir eru í yngri stöðu til að kontesta þetta, sko. Fresh Prince getur náinn þar, já, hann deyr.
Sérðu hvað ég er snöggur að call þetta? Já. Ha, veistu hvað þessi oft ég hef lent í þessu? Já, þetta er búin að vera, þú veist, það hefði einhvern veginn ekkert gengið upp hjá... Nei, sko. Miður hvað allt gekk upp hjá þeim í síðasta leik, sko. Já, einmitt. En núna vel ég bara, þú veist, leiðu þið bara örs að farma og leitið eitthvað. Þú veist, setið upp góðan fært. Já. Að því þú veist, samanskapi, hann er rössa BKB á troll, sko. Úsa komið blink, sko. Já, þeir eru með allt, hann vill berjast, sko. Með allt sem þau vilja. Og... Nei, þunglindi myndur blinkar, fæðu slóðið, farið visionið. Nei, hann er hún ekki. Þetta er allt svona, þetta er allt svona. Þetta er svo pínlegt að hafa þetta. Áhverjandur, ég vonaði að halda ekki við höldu með P12, en þetta er bara, þetta er röff. Þetta er búin að vera svo óhefilegt. Ölta, ok, hérna kemur jumpið. Gott ölti. Nice. Takk út CM strax, ekki með bye-bye. Geðveik aks, nei maður, alltauður. Við teisa niður low, hann er alveg komin átt á position. Pöppufey líka enga galdra og hann er döð líka. Holy. Hann með call. Já, það byrður á Pöppufey. Og drepa næsta. Oj. Já. Þetta er svona að tala um að call inn í AA-ölti og bara, wow, sko. Þetta var ekkert smá vel gert hjá þunglindamundamannunum sem þarf að leita sér hjálpar. Þunglindir ekkert grínkrakkar. Úf. En enn og aftur var eitthvað svona boxað initiation sem að þeir náðu ekki alveg, þú veist. Þetta hefði verið clean á axi. Jumpið, sko. Þeir hexaði hann ekki axin, eða? Nei, þeir hexaði trollin síðan, sko. Já, þeir hexaði trölla. Já, og grípa hann og meitan, en síðan kemur bara Axe-call og Dawn-ult. Smokey fókusaði séminn hana. En það var bara, hann var rosa vel staðsettur á Axe. Já, en þeir eru líka allir mættið þannig, sko. Þeir vissu náttúrulega að þeir væri á þetta. Já. Tilbúin með eigið blastið og allt og síðan, þú veist, en þú veist, hefur náðið svona Axe-ana í byrjun, skilur, þá hefur bara drepið hann og... Er ekki líka að Doomsday komið með Shardin, eða fekk hann ekki Shardin? Jú, hann fekk Shardin úr Ekki það, hann skipti einhverju málið hana, sko. Nei, það er bara svona, þú veist, það er bæta gráan og svart. Já, Hvað, ég var að horfa á hérna? Jú, það var hann. Dammit maður. Og svo líka er þetta svolítið röff með Tinker, hann er komið að Axið, skilur sem alveg geðveikt. En svo hann bara, einhvern veginn, Kordan spáði döðir fyrir framan hann. Hann stendur þarna bara svo kjáni og, þú veist, búinn að blinka inn. Pöppufey greip inn, Smokey fyrir inn, með skjöldin á sér. Og Leitnir kom inn og hann er ekki svona elda, hann bara döður. Og Lóu döður líka, Rubik döður og næstrókar ekki inni. Shit, þetta var... Sko, Axe er að hlaupa burt með hennar leik. Já. Æjæjæjæjæj, sko. Ég segi bara, þú veist, þetta... Bara síðustu mínútur, eða bara hann, sko. Já. Það er að blinka út úr þessu, dæma á hann, núna geggja call. Líka, þú veist, þetta er einhvern veginn svona röff, sko, þú veist, að þeir eru að góa inn en ekki á sínum forsendum, einhvern veginn, þú veist, þeir eru fundnir, þú veist, Pöppufey er fundin í riverinu. Já. Þeir eru ekki að fá jumpið einhvern veginn með, þú veist, það sem að þeir eru smókaðir, næstur okkar að sína á. Þú veist, og þeir eru að, jumpa einhvern, þú veist, einhvern Dawnbreaker. Með Shieldrún. Með Shieldrún, skilur, þú veist, come on, sko. Þeir eru að vera... Hann er topp, sko. Já, þeir eru að bíða eftir. Hann er að labba. Það er ekki hraðasta labbið, sko. Nei, hann er ekkert að líta sig þessi, sko. Má sjá, fær hann eitthvað til fangið, eða? Nei. Ég veit það. Það er vond. Má sjá, troll... Það er litið tæpur. En ég held ekki orðið... Þetta var allt í einu svo mikið lít. Já, allt í einu er þetta 13k. Já. Strákarnir standi á ordi. Vitið. Kæni hleypur inn. Kólaður. Ok, Smokey búinn að drepa báða supporterana. Geggjað Ice Blast. Gott blast. Pöppufey döður. Buyback og Tiny. I like it. Tiny... Æjæjæjæjæj. Þið er bara hakka maður. Úr sá ekki break. Og næstur okkar bara að bæja. Öltar inn. Ok, nú þurfum við að sjá eitthvað Tinker fiasko, sko. Axi bara leita á hann, sko. Þú voru sér gett. Ok, þeir ná kannski að halda. Já, þeir býða bara næstur okkar. Næstur okkar þeir bara niðri. En þetta kaupir tíma fyrir það. Já. En þú veist, hvað gerir hann eftir það? En þú veist hvað, þarf Úrsa bara að fara í þú veist, Shardin eða þú veist hvað erum við að bíða eftir, skilju, af því að callið... Já, ég held að þetta þurfa bara að byrja
betri fæta einhvern Já, hvernig á að fókusa? Ég get ekki fókusa troll. Hann með BKB. Nei, en bara, þú veist, að leita með Nightstalker, skilur, og með góðu visioni. Þetta allt búin að vera svo, síðan lendaði bara í fullt af einhverju AOE súpu. Já, þeir eigu ekki að geta látið jumpa sig, sko. Og hann döður, vantar að mitt, já, hann döður næst okkur, Dæbaka 70 sek. Þetta röff, maður. Nú fáður Roshan og leikurinn komin í smá þvælu fyrir PF2. Já, þetta búin að vera vondar víkur. Já, þetta einhvern veginn alveg fór í algjöra kleining hjá þeim. Axinn við meðum ekki taka það af hann. Hann búinn að spila vel, sko. Það er svo kongur, sko. Já, og reyndar allir í AHI, sko. Já, þetta hefur einhvern veginn, þeir lúkka svo solid. Þetta líka bara þægilegt fyrir þá. Þetta hefur verið svona opnunin inn í fætana hjá PFF. Hefur verið eitthvað svona óheppileg bara, segja það, sko. Já, þú veist. Þetta er líka eins og þarna, skilju, þú veist, jumpa AA, hann samt geðið blasti. Já, skilju. Þú veist, bara að býða líka skjóta framhjá þessu Nightstalker, sko. Hún var alveg... Hann samt, sko, hann heitir Nightstalkerinn, Ursuna og held ég Shamaninn. Já, ég veit. Þú veist, klippaði þá alla. Kannski var Nightstalker döður, en whatever. Já, stefin, sko. Þetta er... Expert. Já, þetta er nördi, sko. Sko, já. Ok, hann kom með Aetherlens. Smokey bara fyrir BKB, hann með lifestilið. Mér finnst líka smá röff, þú veist, eins og þarna áðan, þú veist, þetta er svo, þú veist, ég veit þessu þetta auðvitað að tala svona eftir á, en þú veist, af hverju fóru ekki bara í Tormentarun, skiljur, þeir eru með Ursu, já. Þeir eru bara getað að tekið Tormi inn. Nei, þú veist, þetta var samt geggja move, þú veist, þeir hefðu átt að ná trollunum, þetta er bara, og þú veist, hefðu átt að ná axunum, það er einhvern veginn, þú veist, síðan virðist vera, þú veist, að þeir vera svo frustrated eftir að þetta gengur ekki vel og taka þá eitthvað ekki jafn gott move, sko. Einmitt. Þeir eru svona stressið að þetta deildinni kikka inn. Já, mitt. Þeir þurfa, þú veist, þetta þarf að vera svolítið tæknilegt hvernig þið taka þessa fæti, því að, þú veist, ef þeir missa göldrum og þetta er ekki clean, þá eru þeir bara með svo mikið AHI, sko. Og einmitt, eins og ég sagði hana í draftinu, þá er svona, þú veist, fyrir þess að Ursu að lenda í þessu, þú veist, Blade Milk Call og AA Blast, þetta eru tveir hjútskaldrar sem hann þarf að hafa ágjör af, og hann þarf eiginlega að hafa ágjör af trolli líka, sko, því að hann getur bara, þú veist, haldið honum á einhverjum stað, sko. Já. Og ég veit ekki eins og hvort þetta BKB er eitthvað það þægilegt fyrir hann, sko. Nei. En þú veist, þá getur hann alltaf að vera ultjaður bara og ekki, þú veist. Geturðu ússa alltaf þegar þú ert kólaður, eða silensa það þig? Nei, þú getur kólað. Nei, þannig að þegar þú getur... Með Axe? Með Axe þig. Ertu bara disabled? Þú ert taunted, sem er eitthvað, ég held þú getur það... Af því að þú veist eins og síðustu fæt þarna á undan þessu, þú veist, þá var hann bara kólaður, leikmeil og hann bara draf sig. Ég held þú getur það. Ég held þú þarft að vera silenced eða hexed til að geta ekki. Lofa engu. En þú veist, já. Vill hann ekki líka Basser, skilur við, á móti Dawn og... Já. Dammit, maður. Þetta er rosalega flókið fyrir þá, sko. Þeir eru komin svo mikið undir svo Já, þetta er líka erfitt. Ég var ekki til að vera þessi Nightstalker í þessum leik, sko. Þarna kemur loksins laserinn, búinn að taka helminginn HP-inn á turninum. Já. Og hann verið í Axe núna, áhugaverð. Þetta er örugglega svona eitthvað anti-tinker tech. Já, tekur af sér laserinn. Tekur af sér laserinn og tekur af... Já, ég sé, þú veist, það er margir troll sem að koma inn í svona metaður bara ofta á móti þessum tinker, sko. Ok, viti. Svolítið frámálega. Líkast út náttúrulega. Axinn hoppar inn. Getum við ekkert pönnus þessu? Hvað er stönnið? Rubik? Nightstalkerinn er að koma, sko. Þetta mistu svolítið... Þetta var tækifæri, sko. Já. Ok, Low hendur bara aftur upp. Hérna, ég er að fá annan leik svona eins og áðan þar sem að við erum að horfa á bara í staðan fyrir þessi dúsa að halda hægarónd, þá er þetta tinker að halda hægarónd. En mér sýnist það, sko. Yes. Það er Dagon. Já, hann er þykkur, sko. Hann er farmaður, sko.
þú sér þú veist með svo Smokey, hann er 13k, Nightstalker 10k, þeir eru rosa röfs, þeir vantar alveg svona, þeir eru alveg itemið. Ok, sprengjan, Egiblast að koma inn, grípa Tinkerinn, ég held að það sé bara döður, hann kemst ekki til þessu. Jájá, hann er döður, Pöppi fyrir líka, og svo Ölti. Nightstalker öltar, drepur Doomsday, Smokey líka, hann öltar. Herri býti Rubik's Dal ölturinn, geggja. Erum við buyback á Tinker? Nei, hann er ekki með buyback. Og Smokey er döður. Þeir eru svo ógeðslega tanky maður. Já, þú veist, þú getur ekkert farið inn á Nightstalker inn í þetta. Það er að fara inn í troll og... Þeir eru bara að hlaupa á hann, sko. Hann er með Nightstalker í gangi, þeim er alveg sama. Axel bara byrjar að fíblast við hann, sko. Þannig að Geilar segja hvað þetta heitir. Góða Tiny, já það sé bara döður. Já, hann er döður. Últra kill á þunglindamundurum. Smokey kemur inn. Nær honum, þetta er gott kill. Þeir bæja, þeir finna, blood in the water. Þeir ætla að klára þetta. Herjá, meðan við horfum á það, þá er Trölli búinn að taka út Raxeðara. Og hann er að lokast Bassir. Þeir ætla bara inn. Þeir ætla ekkert að rísa þetta neitt. Nightstalker döður, sjálf sem hann döður. Tinker er lifandi. Þeir gliffa. Nú held ég að þið bakki, sko. Geðvegt, Egiblast. Ætla þeir inn! Er þeir fara inn? Já, þeir ná honum! Tiny fyrir inn. Tinker döður! Úrst það er að hakka! Náðu þau klart þetta? Það er gott kill! Smokey inn með því, maður! Jæja, hann bakkaði. Smokey, maður. Hann átt að mannaðu upp. Kannski deyra bara, ég veit það ekki. Já, ég veit ekki alveg hvort hann hafa átt í Trölli. Nei, hann er kannski ekki átt í Trölli, sko, en Trölli veit ekki hvort það séu bæs að koma og þeir eru svona semi-respawna, þú veist, viltu stikka eða svakkaru klarði addict? Er hann með Basser á Smokey? Er hann með svo mikið farm eða? Nei, hann er ekki með Basser. Já, kannski gátt hann ekkert stikka á hann hvort þið er. Jæja. Sko... Þú veist... Ég held verðið... Þeir verða að eiga buy á Tinker. Þeir verða að fá eitthvað svona annað gali dive. Þú veist, Doomsday öltaði sko frá base, sýnist mér. Já, þetta var bara stærsta blast. Stærsta blast með séð. Þeir fara inn, þeir ná actionum og Smokey fekk eitthvað smá mikið pening. Þannig að hann fengi svona 1200 kalla. Já, mér fekk það ógeðslega mikið. Dieback á þessu max, sko. Hann dó tvisvar núna. Já. Ok. Og þetta er dottið niður í 18k. Var þetta ekki komið í 23 á hann? Jú, eitthvað fleiri. Já. Já, ég held bara ennþá að þessi Nightstalker get ekki komast inn í hennar leik, sko. Nei, þetta er rough one, sko. Þú veist, þetta er hvernig þetta byrjaði líka hjá honum, sko. Þú veist, einhvern veginn fyrsti Nightstalker fór í veilu, svo náðu þeir ekki, þú veist, trollinum og hann er að snowballa svolítið í kjaftaði, sko. Já, einmitt. Vist hann verið að snowballa og verða, þú veist, þessi ógeðslega leiðileg Nightstalker sem að, þú veist, sem að AA og Maiden get ekki díla við, sko. Já, og það er svo gott hjá, sko, í draftinu er að kórarnir eru ekki þægilegt að vera Nightstalker á móti. Nei. Enginn af þessum kórum. Það er kannski trollbyggið. Kannski, já, ég er kannski slípinn á þessum troll, sko, en mér finnst það búin að líta mjög vel út í þessum leik. Hann bara einhvern veginn svolítið að hlæja einhverjum Nightstalker, sko. Já. Þú veist, ef það væri dró eða eitthvað, þá var þetta mjög röff, sko, þú veist. En þetta er bara geðveikt. En þú veist hvað, þú veist, eins og þú verður að leita bara sem supportum sem Nightstalker. Eitthvað fyrir aftan. Já. Þeir eru að fara í Tormi. Það var alltaf að koma dagur. Pöppi Fey. Já, gott blink. Þetta típið út. Já, vel gert. Það er DD bot, sko. Smokey kominn 21. Hann er ekki með Shardin. Mér finnst Shardin vera algjört core á þessu hitju, sko. Já, hvernig segir þið? Á Ursu. Já. Þú veist, að fá þetta hérna enrage. Ég veit. Þú veist, þetta er bara svo... Svo gott á móti þessum duration spells eins og blast og svona. Eins og líka bara CM slowinu, skilju. Já, ég veit. Og hérna frísinu. Sko, eins og sjáðu þessi Fresh Prince með glimmer, drums, skilju. Þú veist, hvað er glimmerið á, glimmer á P2? Ég er ekki viss, sko. Svona komið Ghost Scepter. Shit, hvað er farmaður? Þetta er alveg gráður supportar, sko. En er það ekki svolítið, hérna, stílinn þeirra? Jú. Það er svolítið erfitt að vera gráður supporter með Tinker að taka allt farm á mappinu. Já, ég meina bara svona hvað er að kaupa, hvað er til dæmis Rubikinn með. Já. Með Aetherlens og, já, með mitt. Jules.
Sem gott sko, en Gott nú dags, júla-Axel. Engin fórstafar, engin glimmer. Já, þeir eru svolítið on their own þessi korar sko. Já, einmitt. En það líka kannski bara draftið þeirra svolítið sko. Já. Þú veist, en þetta svona ástand kannski fyrir því, þú veist, að ég hef aldrei persónulega fílað Night Stalker sem hetju svona consistently, af því mér finnst það svo oft gerast í Night Stalker ef þú lendir eftir á, þá verður það svolítið erfitt fyrir þig. Já, gefur alveg visionið og eitthvað svona, en þú veist, ef að liði þetta svo mikið eftir á, þið geta einhvern veginn ekki, þá verður það svo useless, skilur. Þú veist, þú ert ekki bara þessi blink, strength, stunner, svona einhver initiator. Nei, þetta er alveg svona timing-based hetja, sem þú þarft að nýta, sko, fyrstu nætunar og fyrstu ultíðin þín. Roshin og ég held ég bara að laupa á hægrandin sko. Já, 18k yfir. Bara passa kannski. Eru með öll core itemin sín sem þið þurfa. Þú veist, þeir eru með þess að koma með eitthvað svona eins og Ghost Scepter á Maiden sem er alltaf algjört luxur í dæmi á móti Night Stalker sko. En ég held bara, þeir þurfu bara að fara inn sko. Þú veist, aftur, bara fá tröll á hægrandin að lemja turn. Það veit enginn commit á hann. Nei, mitt. Svo kannski bara halda smókuðum og reyna að fá jumpið á Tinkerinn. Já, en þetta er svolítið ekki auðvelt sko, það er svona laser og allt þetta er rugl. Já, helviti aftalega þessi banner. Þannig að hann virkar á databóttin. Áhugavert. Viltu ekki bara halda alltaf vegunum á lífi, þú veist, það er alveg eina. Það gerir jobbið sko. Það er alveg betra heldur en að hann sé bara tekin út sko. Trú. Hann ölltar. Já, betur snákar bannerinn. Herru, býta aðeins. Herru, Peppa Fey er leikmaður. Þetta var geðveikt, ég aldrei séð þetta áður. Tók það út. Aha, ég mitt, þetta tippar var algjörlega rétt. Ok. Hvar er Axin? Hann er þarna. Þessi bottar eru svo leiðilega sko. Þetta er alveg skaði sko. Já. Hann er ekki með Satanic eða? Og svo líka, þú veist, þeir eru að fara núna þegar það er daytime, en þú veist, á sama skapi. Það er 1 mínúta í nighttime, þá er þetta ekki auðveldara. Meira Night Stalker timing, sko. Já, ég myndi samt ekki hafa miklar áhyggjur af því held ég, sko. Nei, kannski ekki. Bara með Wardana fyrir aftan, sko, þá held ég geta alveg haldið sem það er líka, sko. Turnin dó. Hvernig á Ússa að jumpa? Er það bara AA eða? Það verða held ég að taka út supportuna fyrst sko. En þú veist, þetta er einmitt ná að kæta það út og ultíðin þeirra þá ertu með séns á góðan fæti sko. Ússa er komin í áveitins level en þú veist hann er bara ekki með það vantar alveg svona item til að sé þú veist svona verulega hættulegur sko. Já. En Tinker náttúrulega gerir skaða sko. Þegar hann fær að gera, ef þetta verður langur fight og hann fær að gera nokkuð laser dragon combo þá er þetta hættulegt sko. Já, þeir eru alveg með tólum sko til að ná einhverju. Það er bara, þessi trölli er svo mikið vandamál sko. Þeir geta ekki verið að fæta nála tónum sko. Hann mun bara drepa alla sem standa. Ég veit ekki strax. Án svona mikilla mótspyrnu. Þú veist, geta þær eitthvað initiata, þeir geta ekki gert það. Og tröllið, hún verður alveg sama, hann bara tekur X-ið. Já. Þetta er svo röff að spila support og svona, ég bara finn fyrir þessu rúpveit maður. Ok, Hexan, þeir eru bara eitthvað að reyna að eyða tímanum hans. Þetta kemur allt inn. Beint til Peppa Fey, hittir ekki neitt. Ok, núna vil ég sjá svo þetta er góð sko. Ok, ná Aegis. Ok, vel gert. Ok, ekki ofgraðir núna, af því það er BKB. Grípar hann aftur. Þeir eru farin inn. BKB-ar. Axel líka. Herðu. Og Dawnbreaker. Herðu, þeir eru að klúðra. Go, 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 go. Getið ekki refsað þessu eitthvað strákar? Já, að við... Hvað er að gerast það? Já, Rúbek stál þessu aftur. Þessi Rúbek er sko... Er hann með eitthvað skript eða? Það er fjórða skipt sem hann stelur Dawnbreaker allt í. Ok, og þetta endast þannig að ekkert gerist. Það er enginn sem farið. Það er ég meina, Aegis er... Jú, ok, fair. Aegis fair. BKB farið og þeir missa bara rinn strax. Ég meina... Já, bara... 18k undir og eru sáttir. Mér fannst eitthvað eins og það ekki það. Já, bara hjóla og... Það var náttúrulega... Það var hann búinn að nota BKB á axinum.
búin að nota callið á Axinum. Já. Eyja ölti niðri. Þeir fóðu síðan í Dawn sem var með bara frekar ferskt BKB. Já, endalast HP líka. Hann er svo ógeðslega tanki. Ok, Smokey núna að fara í Shardin. Mjög gott. Ekki mér finnst líka eins og Nightstrókar Shardin. Mér finnst mjög oft sjá í svona suffer leikjum að Nightstrókar fara í Shardin bara til að ná að farma eins. Já, einmitt. Jú, þú veist, það var örugglega hægt að comebacka. Já, ég held. Hann er bara svo fátækur. Já, mér finnst líka ágengur að vera eitthvað aðeins svona pressa hérna á móti. Það vera óþægileg. Já, þú veist, mér finnst bara einhvern veginn eins og þú veist, þeir náttúrulega búin að missa botdraxi, sko, þú veist, það er alveg erfitt fyrir Tinker kannski að vera að reyna að típja á leinið, gera eitthvað svona march, þú veist, þú ert alveg að bjóða hættunni heima, bara eitthvað meitin finnið, sko. Já, einmitt. En fer Tinker í BKB núna, eða? Hvað fer hann í? Fer hann bara í Hex? Hann er fyrir E-Blade. E-Blade er örugglega mjög sniðugt. En samt, sko, þetta Trollax eðilegur það svolítið, sko. Kannski geta hann notað til að sprengja einhvern annan. Já, ég var jafnvel til í að segja bara þannig að uppgreita Cyclone. Já. Til að kæta. Og það er ekki til spelaból, sko. Þeir þurfa að ná að kæta aðeins meira trollin, sko. Þú veist, það fætir byrja. Þeir eru að pinga hann. Þeir ná honum. Þeir ná Nightstrókar. Býtu. Rúbik líka. Já, hann Dawn últaði. Já, hérna er mikilvægt info. Mjög gott meiten, standaði vel. Ég hjálpaði. Ok, Rúbik bæjar og tröllið fer bara aftur á Raxið. Ég er sammála þessu, ekkert að býja eftir einhverju Ax, kól, mitt, Smokey fundinn. Nei, Smokey er fundinn! Hann er ekkert HP! Hann er að hlaupa burt. Þeir eru eftir honum, er eitthvað björgun? Engi björgun, og hann er ekki með bæ. Og tröllið fer hann á Tinkerinn, við sýnist þetta að vera leikurinn. Silensa, Tinker með bæ. Ax fer inn. Klart þetta er inn. Það er BKB og Nightstrókar, hann er bara rútaður, perma rútaður og hann er döður. Lóa ætlar hann að gera eitthvað galdra. Sjá, ég er hann bara döður líka. Stönnaður, blinkar aftur út. Og hann er fyrir callið. Smokey komið. Já, Smokey var með bæðið sitt. Þetta er unfortunate maður. Vel spila AHI. Bara virkilega vel spilað. Ég vil svona segja. Þeir voru helviti heppnir með svona sumir hluti sem fjallu þeim í hag í þessum leik, sko. Já, rosa margir. Já, allavega þessum kafla þarna frá svona 10. mínútu til svona 2050. Það var einhvern veginn, alltaf þetta var svona 50-50 einhvern veginn. En bara virkilega vel spilaði á AHI. Já, og voru bara með góð moves líka síðan á móti, sko. Já. Axin alveg bara að spila besta leik, sko. Hann átti nokkur call sem bara geðveik, sko. Já, og þetta dodge og svona. Og bara leiningi þeir, hann og Doomsday. Já. Alveg svona sneru svolítið þessum leik við, sko. Einmitt að fá líka first bloodið á þarna Smokey. Já, einmitt. Og beituð hann að fyrsta moveið, sko. Ég myndi setja MVP á Atmund. Já, á glinda mundin þarna á Axin. Þetta var bara sjúklega vel gert, sko. Og bara til hamingju AHI. Og sorglegt að núna eru þeir dottnir út. Já, það er svona frekar sorglegt, sko. Mér finnst líka bara, þú veist, eins og EA gerði líka þvílt mikið í þessu leik. Áttu góð, ulti, Doomsday, alltaf algjör óherritja. Hann er nördi, sko. Já, algjör. Hann er algjör nörd. Og bara heilt yfir var þetta sjúklega vel spilað hjá liðinu, þú veist. Líka vel draftað, þú veist, eins og þú segir, sko. Þú veist, þeir voru að fara inn í Nightstalker og drafta bara vel á mótið og Já. Ég var bara mjög ánægð með þetta. Einmitt. Þú veist, þú veist, þarna hvað eru farmar, allir með Shardin, það er enginn í PvF með Shardin. Já, já. Þú veist, þetta er rough one, sko. Það er bara lítið hana sem fengu early. Hero damage sinn. Já. Já. Klart þetta var að valda usla, sko. Já, hann alltaf var að stúdaði leinu sinni og sett upp góð moves. Mér fannst líka Harrison Solo að spila vel, sko, og stál oft, þú veist, Dawnbreaker ulti, en það er bara einhvern veginn svona, þú veist,
Þetta var samt alltaf svo skítugir fætar sko. Já, þeir voru það sko. En það sást líka bara hvað þeir voru einhvern veginn, þú veist, bara bæði lið, voru bara mjög hrædd. Þú veist, þeir voru rægir við að fara inn, það vantaði svona eitt móisla eða eitt slöng til að öskra meira. Þú veist, bara svona, og fá full committi sko. Það var svolítið svona, allir eitthvað svona, erum við að fæta guys? Þessi vél var einhvern veginn að klikka. Já, hún var ekki nógu vel smurð sko, ég er sammála. En þú veist, það er náttúrulega líka, Smokey er þannig séð, þú veist, nýrinn í þetta lið. Já, það var náttúrulega í hérna TDE Junior liðinu. Já, þú veist, þannig þeir koma þá bara vonandi sterkir inn í næsta deild sko. En hérna, annars held ég að sé ekki meira frá okkur í bili og bara gaman að fá að koma og kókast það með þér Ingvi. Já, takk sömuleiðis. Já, þetta gekk bara heldur vel og bara aftur til hamingju AHÍ og bara takk fyrir okkur hérna og takk til næst. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tiltbooth Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltbooth Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy, Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.